Heldur þú, klukkan orðin 4, það föstudagurinn 18. september og Mötli Krúafóninum og FM 95 Blöður hafi göngu sín á þessum ágætis föstudegi. Ég segi ágætis því að COVID-viðbjörn hann komin aftur á fullt en eins og, já bara sem fyrr í þessum þætti þá nennum við ekki að grenja við því. Við erum ekki í okkar sætum eða stúdíói því við erum í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni og það fullur bátur eins og alla föstudaga og við hliðin á mér, ekki á móti mér, situr ansinn nálægt mér núna. Já, er þetta að tala við fyrirliðana? Já, þeir eru jafn nálægt mér, en jú, ég er að tala við fyrirliða. Málið er... Hann er aldrei verið fyrirliða áður, en hann er fyrirliða fyrir 95 Blöð, Egill Einarsson. Sko, ég elska að vera hérna hjá CTO og hérna í Keiluhöll og þegar ég get labbað í bjórdæluna, ég með free food. Farðu vanlega í bjórdæluna samt sko? Já, en þú veist, en eina sem pyrrar við hérna, ég sé ekki þróttaramerki. Nei. Og ég veit ekki hvernig staðan er á því. Þannig ef það er einhver crazy fans á Suðurlandsbrautinni núna, það myndir gleðið mig heldur mikið að fá mynd af því. Já, bara sjá hvernig staðan er. Já, þú veist, er eitthvað byrt á því? Já. Er dimmt yfir þróttaramerkinu? Ég veit það ekki. Hvað? Sko, hvernig það er enda búið að draga fyrir og hvernig er verið? Það var ekki skýta við. CTO var að vinna með svona nödd-stemningu hérna. Það er dimmt hérna og cozy tónlist. Það fannst bara rauðu ljósin það eins og bara jólin og Rikka G. En já, á minni vinstru hönd er markasti leikmaður FM 95 Blöð, Steinþór Hróar Steinþórsson. Ég er fyllandi góður og fróðandi fyrir þetta. Já, þú ert í gír. Þú komst á hlaupahjólinu því að þú ætlaði að fá þér 2-3 kalda Sko, málega ég tek bara undir þetta jakli, það er stutt í dæluna og það er alltaf ákveðið vesen. Þú veist, þá er ég að tala um bjórdæluna. Við erum ekkert að fara á Kölkindæluna, ekki strax, það getur gerst á eftir. Það mér aldrei gerast, held ég. Já, aldrei sé aldrei. Andrea sem er hérna og sagði mér vöðingi, bara svo vitar, þú mátt bara vaða í dæluna þú vilt. Já, það er. Hefði þetta gerst fyrir 15 árin síðan, þá værum við ekki talandi í þættum. Sem betur fyrir rótni fertu í rókjæslið, þannig að maður fann svona aðeins, þú veist, bara maður fekk frítt áfengi hérna fyrir nokkur mánuð síðan. Þá endaði maður rókjæslið. Sérstaklega Króksarinn, sko. Króksarinn tapar sér í frí áfengi. Herðu, Króksarinn, ég get nú bara sagt þér eitt sem ég fattaði í gær. Dyrka góða bollu, sko. Dyrka bollu. Herðu, sko, ég fattaði í gær, Steinþór. Ástæðan fyrir minni drykkju ert þú. Ég? Já. Nei, ástæðan fyrir minni drykkju. Nei, ég er alltaf fullur út af þér og ég fattaði þetta í gær. Við vorum að taka upp tónlistarmenn okkar. Nei, leið mér aðeins að útskýra fyrir þér. Blöð alltaf að rökstið, já. Við vorum að taka upp tónlistarmenn okkar, endum á Akureyri, City of Joy, minn uppáhaldsstaður. Fórum út að borða eftir tökur, ég og Allan og Hannes og Birgit og Högdal á Akureyri. All nighter á Götubartur. Já, fórum að strikið og bara geggjaði matur. Og svo all nighter á Götubartur. Nei, þetta voru bara 2 drykkir, ég fann upp í rúm bara klukkan 11 og svo fattaði ég bara, herru, vaknaði feskur í morgun og eitthvað. Þetta hita? Mesta nörd landsins. Nei, veist hvað ég fattaði? Ég drekk bara þegar Steindir. Já, það hefði ég verið að skemmta með honum eða hann er í þættinum, þá þetta endaði einhverju ógeðslu fyllir í. 100%. Þannig að Steindir er ástæðan fyrir ég drekk. Ég bara tek alls ekki undir þetta. Þegar enda beru og orð með stóra einhverju underground party. Já, alveg 100%. En sko, málið það, við mátt ekki dempa þessu öll á mig. Þetta er rosa, ég fattaði bara, þú ert bad influencer. En er þetta ekki bara þegar 2 púkar hittast og það er stemning og svo náttúrulega er það. Hefur aldrei verið eitthvað púk í mér, ég held að þú hefur bara komið með það. En svo náttúrulega, sko, þú mátt ekki gleyma því að þegar við erum að skemmta, ef við erum stattir í City of Joy, þá erum við yfirleitt að skemmta. Eða taka eitthvað upp eins og ég var að gera í gær. Þá er alltaf eitthvað, þú veist, þú varst þarna á 3. Nei, 50. Já, 50. Við að menda ógæslu. Já, þú veist, ég er að segja. Já, ok. 50 dagur er jam. 50 dagur er jamdagur. Við sko Steindi að sagt við mig í gær, hann verið að það Blöða 50 dagur maður, fáum okkur aðeins, við þurfum ekki að vakna með börnin og eitthvað. Ég fann bara að djöfullum að fara inn á öxlina á mér og þess vegna vaknaði ég feskur í morgun. Hótið bara kl. 9:30? Eða bara 11? Hvað varst að gera þar? Og bara upp á hóteli, svo bara vasklæðast hristingur og lögn. Nei. Eitt af þessu og það var vasklæðsi. Tókstu vasklæðast hristingur og lögn? Í svafsúpa. Það er ekkert eðlilega skrítið kombo. Hvaða blanda er það? Það skrítast að blanda sem ég heilt. Það taka vasklæðast, fróa sér einhver staðar og leggja sér svo. Það er bara að koma upp á hótel. Og meðan nótt, séu bara. Já, en það var bara því ég var ekki með Steinda. Þegar þú varst með keppnina King of Fyllibita, hver vann hana? Já, Steindi pakkaði saman. Var það ekki? Nei, ég basically að segja sko, ef maður er, þú veist, ef þú ert stattur bara á Laugaveginum í City of Joy, þú ert bara alltaf, ok, svo ert alltaf að hitta lið, svo þegar við erum alltaf, hittum kannski úlfana, Úlfur, þeir eru að græna hattinu með eitthvað, skilur við. Það er afsaka drikkjuna en að setja nefnir okkur annan? Nei, ég er að segja, þú veist, það er bara verið að gogga í mann og öllum áttum að þetta er City of Joy. Já, sá sem gogga mest ert þú, ég fatt það bara ekki. Ég bara tek ekki undir það. Þannig að, sko, ert að segja, Blöð, að þú setja íhuga að hætta gigga með Steinþóri
Já, sko Gekka með stendur Svo getur snúðar að heilbjöðar Sko, ekki láta að spila svona með þig Heyrðu það Nei, Ég er yfirleitt svo skynsam í þessu rugli Ég finn líka bara eftir að við giggum minna þegar COVID Ég drekk minna Það er Það náttúrulega er bara, ekki síðast er ég datt í það, við skoðum með mér, Steindi Nei, þú Það er bara alltaf. varst með Svepp og Petri bara í fyrra Jú, Þú ég hefur sá það. hræðilega áhrif Það gerir Og það Egil og aðrir bara sem hann úti sem þekkja Steinda Passið ykkur á hann, því að hann er djöfullun öxlinn Passið En ykkur á málega erum að gefa glóðan það, hann er með góðan raukstunning Hann Já, er bara ekki takk. fram og hann er bara bakkat upp með staðarindum Nei, ekki. Þetta er flott hjá okkur báðum En það er alltaf gerast í þættir í dag Það eru glænýr og feskir dagskrárlegir gamli, gamla Já, það eru, nei, býtu, við erum ekki með neitt nýjan En það er einn ný dagskrárlegur leðinni Og við eigum ekki bara að lofa hann byrja í næsta festa Jú, við getum að lofa því Það er nú til dæmis sko Það getur nú vel verið að við fáum skilaboð frá græðasta þróttarlandsins Ég veit ekki, við erum búin að reyna að ná í hann lengi Já, það er búið að vera vesen á honum Svo erum við með Sökkja Digg á Svo sínum er það stað Sökkja Digg á sínum stað En svo er gamall liður sem er að skríða aftur af Sem því að hefur ekki verið lengi Hann hefur ekki verið lengi af því að það er bara búið að vera COVID og fólk er búið að vera einangrað Já. En það er náttúrulega búið að vera tjúkt Það er búið að vera hópsmitt í bænum og það er bara margt búið að ganga Hvað voru 21 smitt eða eitthvað Já, en það er Þurfum við ekki brakandi bara fest hægt að fara og skemmtist Íslensk slúður, það verður á sínum stað Íslensk slúður, já, ég er mjög peppaður Já, fyrir því. það verður á sínum stað. Ég er svona, ef ég á að nefna eitt sem er að fara að koma fram núna Ég er svolítið spenntur af því að hann er frekar nýr í slúðrinu Ekkert frekar nýr, hann er bara glænýr Já. Það er Rabbi Donatello Hver er Rabbi Donatello? Rabbi Donatello er pappi Helga Rafa Það er sem sagt, hann er Hann veitur eitthvað Nei, við erum að tala hann er blindur og hann er komin, hann er norskur og hann er Hætt að tala Nei, ég ætla að segja Okkur er allir norskir allt í Mér langar bara að segja þetta Það er svo margir töframenn að úti sem er að vinna með sjónkverfingar og svoleiðis Hann er eini alvöru töframæðurinn Rabbi Donatello Rabbi Donatello Hvernig getur hann verið töframæður ef hann er blindur? Að því að Hann kannski bara læra trikkina áður eða eitthvað Já, nei, þú veist, hann sér Með náttúrulega spilagaldra og eitthvað Sér hann? Já, þú veist Þá er hann ekki blindur, þú veist With hvað his vision Þú veist, skilur Þú veist hvað er að vera blindur eða ekki? Jú, ég er að segja, skilur, þú veist Hann er töframæður Ég verði að þau ekki nýja spenntur að heyra þetta Já, ég veit ekki hvort ég spenntur Jómar er svo að segja horse manure Basically, Rabbi Donatello er mættur til Íslands og það er alvöru vesen út af því nú er ég ekki að djóki ykkur það er núna bara, það nötrar allt í töfraserfinni og staðfest En er ekki ennþá, tölur hrein íslensku Kongurinn er ennþá einameikaðlega ekki Þá er ekki annar breyk, þú veist Þú hefur aldrei heyrt Helga Rafael Er Helgi Rafael stærri en Einamikael? Helgi Rafael er náttúrulega the bad boy of magic Hann er risastór Einamikael er risastór Hann komið svo stormur inn í Kongurinn er einameikaðlega Er það málið? Það er hann fyrir neðan sem er það reyna gogg í kongin Þú voru alltaf að gera grein fyrir því Ég ætla að láta þetta vita því áður og fara að tala hver er kongurinn í þessu Rabbi Donatello var að koma til landsins Ok, þið heyrið af Rabbi Donatello Hann er komið til landsins Þið heyrið af honum eftir, ég er að degja spennu, það er spurning Hann fer ekki í sókví líka, ég láta guða því Já, það er spurningkefni Gilsans Það er komið haust Ég er veltaðið fyrir mig hver er svona meiri haustkall Hvað flokkast, hvað gerir þið á haustkalli? Bara svona hverjum líður betur á haustin Bara kósi teppi og bara svona sömari búið Þú ert ekki mikill haustmaður Party's over Þú er sagt það Nei, þú vilt sunshine Ég myndi skítapa, ég vil sunshine Ég hata þetta ógæsla land sem við búum á Mér langar að flytja Já, ég segi bara svo Sveppi, þú ferðu ekki bara Tenni Hvað sagði Sveppi? Beer flows like wine Sveppi var ekkert með okkur í þættinum og ég segi þú líkit að land Sveppi brjálast og sagði okkur drullar er ekki burti ég er með svona 300.000 mann sem er til að sappa fyrir og færi Þetta er mjög góða punktur, já Mushroom Bara flytja, herru Svali, hann bara hatar Ísland nú ekki það mikið, hann flutur aftur heim Já, það er bara út af COVID sko, annars var hann ekki mættur hérna sko En ok, kannski ég hati ekki Ísland En það er deimt í 9 mánuði hérna og ég elskar sunshine Þetta er sko eins og þess að Game of Thrones Winter is coming Það er viðbjöður Og málið er, nú er sko sumari búið Partíð er búið og núna er að taka upp bara rútinu á fólki skóli og æfingar eða vinna og æfingar og ég ætla bara að velta um hver er betri haustkall, er það Stenþór eða Púp? Ok, herru, réttum við hans að paktan áður við förum í fyrsta lag dagsins þá þarf ég að eiginlega kynna af hverju við erum Við erum að halda vel okkar sponsors eins og alltaf Þið eru ekki búin að koma inn á Mölletti, það er farið Mölletti, þú ert komið stall Þú ert með eitthvað flottustu klippingu sem ég sé Ég tek ekki alveg tekið undir þessi flottasta klipping Og fyrir áhuga saman hvernig klippingin er farið bara Instagrami á vöðungjónum ég sé svona Málið það, með Mölletti þá var ég að vinna með Business on
on the top og party on the back. Núna ég bara að vinna með the party on the top. Þú ert að sjóka Mel Maru. Hvað er þetta fyrir eitthvað? Þetta ferði, Pétur. Er þetta fyrir eitthvað hlutur? Er þetta að leika eitthvað fyrirsættu það? Nei, Herðu, fórstu einhvern tímann í vesti meðan þú varst með mölletti? Nei, ég held ég hef bara Nei, því þú hefði verið handtekinn. Já, ég held ég hef bara Ég alveg lofa þér. Ég hef ekki farið í það síðan þið byrjuðu bara að hrauna yfir það. Og veit þið hvað? Það segir þetta eins og nú ekki að djóka ykkur. Það er ekki að finna. Það hefur maður haft samband um mig sem að selja vesti. Þið veit að þetta er stór sér á vestisbúðum. Stór sér á reikningu það. En sko, er okkur hættur að vera í svo vesti? Já, því að þú ert að drukka það. Það er ekki hægt að hvað, ég mæta inn í vesti. Já, ég skefa það. Vestið hitt var ekstra ljótt. Nei, vestið mitt var ekstra. Vestið mitt var geggja. Rikki er oft Rikki er í alltaf í vesti. Mér finnst vestið hans Rikka flottara. Já. Heldur en vestið þitt. Vestið mitt var sex icon sko. Rikki? Það er tattoo og beamer. Ég veit ekki. Nei, hann er ekki hætt. Hann er hættur á beamer. Hann kom ekki að hlaupa hjóli hérna svo stendi. Hann spólaði inn á bílarplanin Richard. Já, sko málið er að hlutabréfin Rikka. Já, hann er komið slíf maður. Þau hækkuðu vissulega eftir þríhjóli sem þú trúðu sko. Þetta er ekki þríhjóli, það er hlaupahjól. En sko, hvað er það að drakka bjóri með blöð? Láta það vera, þetta er COVID í gangi það. En málið er ekki berja mig. Sopa bjór. Sko, málið það, hlutabréfin Rikka hækkuðu vissulega eftir að hann fór í hvítu buxurnar og fekk sér bimman og slífið. Og, jú, ég meni, ég tekur til það, hann er flott vesti. Ef ég væri gælla, ég myndi jafnla Richard. Já, frábært þér. En það sem að ástæðan fyrir við erum í Keiluhöllinni í beinni hérna er að það er komið nýr matseðl og hann er sturglaður. Það verður bara viðurkennast, við erum ekki að segja þetta bara því að þið eru að spónsa þáttinn. Það er komið rifjarna sem er í rugglunu. Grísarif, og þetta eru bestu rifin í bænum, staðfest. Og þau voru ekkert eðlilega góð. Og þessi míní kleinurringir er í bullinu. Ef fólk er í þetta er gott bölk, þá mæli ég með þeim sko. Beinlausi vangir, jalapeno, ostabelgir, sætar, horfa fram hjá staðista dæminu. Já, allar eðlunar. Já, ég er því lizard man og það var fyrsta sem ég sá, það kom 3 nýjar eðlur. Döðlusultu eðla, baconsultu eðla og gamla góða eðla. Þú fær ekki króna út og það er illa gefin og skráður þetta ekki sem vörumerki, þú bjóst til það. Jú, ég á vörumerki eðla. Ætti að fá dollars út af það? Nei, ég bara leiði CJ að vera með eðlu, en ég á ef þú fer í vörumerkjaskrá og skrifa eðla, þá segir Steinþór Hróa Steinþórsson. En hvað er langt sem við sáum eðlumanninn? Ertu alveg hættur að hendi eðlur? Það er einhver að kalli mig. Já, hillum að fá fyrsta landdagsins. Við byrjum alltaf að bubba, þetta er ekkert að breyta það. Hann þarf að snúa aftur og það er nýtt lag í dag. Þetta er ekki nýtt lag en þetta er fyrsta sinn sem við byrjum þáttinn á þessu lagi og það er svona hausti yfir okkur en ég ætla ekkert að byrja þetta á einhverju partí. Við ætlum að fara beint í Afgan í fyrsta sinn og það er rándýrt lag. Það er Bubbi Mortens Afgan á þessum fínasta föstudegi. Já, þetta er sturlað. Hann á svo mikið að góðum lögum. Þegar ég heyri þetta, hvað varðu munnhörpurnar? Af hverju er fólk í dag ekki að nota munnhörpur meira? Það er munnhörpan ekki dauf. Hún er sann svona, hún er í kælingu. Já, ég var alveg til að læra á munnhörpu. Já, ég líka. Róði Sveppa hérna yngvar, hann lærði á munnhörpu bara nú daginn og drullu góður. Já, það myndi ekki drepa þessa íslensku poppara að henda smá munnhörpu í lögin. Nei, og talandi um íslenska poppara, þá var fyrsti þáttur í kvöld er gig með Ingo Viðuguð í kvöld og ég er mjög peppaði fyrir því. Okkar besti maður. Stöð 2. Ég held að það verði fárlega góður þetta. Já, sko, þetta getur ekki byrjað betur. Hann með Jóhannu Guðrúnu og Sverri Bergman. Og þetta er líka bara þau geta sungið, sko. Þessi stelpa getur sko sungið. Já, þetta er bara besti kvenkisöngur og besti kattkisöngur landsins að mitt faglega persónulega. Ég var einmitt að hrósa Ingo fyrir það. Hann byrjar þetta með sprengju. Þú veist, þetta eru basically söngvarastrákar sem eru á heimsmælikara. Já, á heimsmælikara. Án gríns. Þau eru, það er ljótt að segja, þau eru too big for this island. Þú veist, þau tóku Skýri 50. Já. Þau tóku þau hérna Shallow-lagið. Já, þau eru að fara að taka það í þættinum. Sem þau gera í kvöld. Og það var rosalega. Ég frétti líka að Sverri Bergman er að fara að syngja Is It True í kvöld. Það er veistlamaður. Þannig að stillið inn, það er 18.50 held ég, 18.55 á stöð 2. Það er þetta ekki svona þáttur sem fólk fyrir sófan og fær sér það? Já, allir vona. Jú, sko málið er góða við COVID. Fólk er bara heima, hellir sér rauðvinni og töða. Það er veistla. Það er bara fínt. En það er komið að slúðri hér í FN95 blöð. Ekki íslensku slúðri, það er á eftir í fyrsta sinni í langan tíma. Brakandi fest erlend slúðri. Já, og ég er með rosalega fréttir af ungum manni sem er sennilega sá vinsalast í slúðrun hjá okkur. Ég held ég ekki fjalla meira neitt einstaklingan hann í slúðrunu. Það er Justin Bieber. Já, ég ætla að segja að það er ekki Kölkin. Nei, það er Íslandsvinnurinn. Maðurinn sem hélt lélegustu tónleikasögunar á Íslandi en ég fór á tónleika. Tónleikar voru
viðbjóður Lillasta sem ég sé. Ég hef aldrei séð mann bara dabran á sviði. Já, og bara dansar Söng ekki og hann dansaði ekki Dansararnir hans voru í meiri gýr. Já, og það kostaði 25 skall inn á þetta Þetta var mjög skrítið. Bestu tónleika sem ég hins vegar farið á var Steven Seagal í Puppet-húsið í Danmörku. Sá skemmtist þér á Var hann sviðinu. málur Passion? Já. Var hann með panflötuna og í Indianagallanum? Með gítarinn, hann var að fylgja eftir plötunni sinni Songs from the Crystal Cave sem er rosalega plata fyrir ykkur sem er ekki hlust á hana. En fréttina sem er af Justin Bieber, hann var að gefa út nýtt lag sem væri nú ekki frásöðu færandi nema þetta er a Jesus song og heitir Holy. Yes. Hann er komin í gospelin. Auðvitað. Já. Holy. Það finnst mér þetta spes. Holy og það er fallegt nafn á lagi. Það geggjað. Þetta er sterkt fyrir svona. Ég nenni ekki að fara í trúarumræðina. Ég nenni því ekki. En þetta er ógeðslega spes. Er hann að syngja Jay-Z eða? Já, ég kom út. Hvernig Við erum að fara að spila þetta lag. Hvernig er lagið? Hvernig er Holy, ég hef ekki heyrt það en trúðu mér, ég er að fara að hlusta á það. Eða veist, já, stúdíó, getur hún ekki spila þetta lag? Ég meina ekki, Kannski setjum við það bara eftir. Er það komið út eða? Ég veit það ekki. Þetta er bara It's a new era, new single, it begins this Friday. Yes. Já, það er að koma út í dag. Það kom út í dag. Þannig að Vala ætti að geta fundið það á Spotify og við getum fengið bara spilin hérna og Steinþór passa æl ekki bara. Textana. Þú veist, þú ert að hlusta á lagið. Auðvitað. Þú hlusta á textan. Já. Og hvernig ég skil ekki, þú veist, hvað er hann að segja? Hann er að syngja Jay-Z. Hvernig getur hann, hvað er hann að syngja Jay-Z? Ég er ekki bara að heyra lagið, það er Hvað er hann að syngja bara, hann hafi verið á Söndulum? Já, hann er bara að syngja Leave Jay-Z sem var ekki Sunshine and Lollipops. Og við grunar það áður, ég hef ekki heyrt lagið, við grunar það. Já, þetta er bara bóttið fallegu bóðskapur okkar. Herru, svo það er ekki alveg að góða fréttir af Cardi B. Herru, þetta er lagið. Já, við erum að heyra þetta. Holy. Við erum að heyra þetta. Alla með puttan á púlsinum þar. Holy. Wow. Já, ég heyra strax. Oh my god. Sko, Ok, we got a hit. Já, ég þarf ekki langa tíma til að hlusta á þetta. Nei. hvað erum við með? Má hækka aðeins vala? Óbúslega þetta fallegt. Wow, hvað þetta er gott lag. Já, ég Hann lítur að segja Jay-Z. Já, þetta er eitthvað jam. Hann lítur að segja Jay-Z hlutlega. Nei, hvað er hann að segja Jay-Z? Mest óksla fótt. Já, þetta er, já Þetta er alltaf á hóli, það er Það er komið ekki út. góð dag að vera því. Svo dagur. það er ekki alveg góða fréttir að Cardi B en hún er að standa í skilnaði. Hún hefur sótt skilnað frá eiginmanninu sínum tónlistamannunum Offset. Þetta er Cardi B sem var að henda í Where's Pussy. Já, hún getur að spila það fyrir eiginlega Hvort er þetta betra, nýja gospelagið hans Bieber eða Where's Pussy? Allt öðru sér lag bara. Ég þarf að taka eitt alveg heilt reynsli á Holy. Já. En Where's Pussy er ekki besta lag sem ég heilt sko. Þau giftu sig 2017 en þau hafa nú hætt saman áður eftir að hann hélt fram hjá henni og viðurkenndi á tónleikum ofboðslega finnst mér það spes. Viðurkenndi það bara á þjóðhátíð fram að alla. Já, hann er gift niður sig. bað hann afsökunar á tónleikum og opnaði sig með það. Er það staður og stund til þess að vera opnað sig með að halda fyrir með konunni? Er þetta ekki, strákar, er þetta ekki PR-stönd? Hvað? Því það myndi enginn helvita maður gera þetta. Er þetta ekki eitthvað PR-stönd? Það er gammalt. Þetta er Nú eru að skilja bæði, við fáum að fara, við fáum fórsíðin á TMC og Þetta er líklega steindi. En eina ferðina að pakka okkur saman í slúðurinn. Hann les alltaf í gegnum þetta kjafta. Já, PR-stönd bara. Hvaða heilbrið maður myndi gera þetta? Þetta er PR-stönd. Þetta er klassískt PR-stönd. Nei, maður sé bara svona vitlaus, ég veit það ekki. Nei, kannski er Þú ert slúður, sérfræðingur. Já, herðu, svo er það í lokin. Mér finnst þetta rólegur, ég held þetta bara svona. Já, hún grinn sko, ég með grunaði þetta ekki eins og þegar þú sagðir það. Nei, hann hitti svolítið naglan á höfuð þarna. Takk fyrir góða móla þarna. Herðu, Brian Austin Green. Við stöndum svolítið með honum í talandi skilnaði. Ég hættur að standa með honum. Akkurru? Ég stend ekki með honum. Akkurru? Af því að mér stann aumingi. Já, af því að hann vill meina hann og Megan Fox getur byrjað aftur saman. Nei, ég sko Finnst þið Brian Austin Green aumingi? Það skrítnasta sem ég hef heyrt á ævi minni, strákar. Nú er ég ekki að tjóka. Við stöndum samt með honum. Nei, ég gerði Hún er að ekki. tala hún sé ein sál með þessum viðbjöðum. Já, það er við, ég stend heldur ekkert með henni. Ég er að segja, þetta var svo steikt þegar hans fyrir viðtal og hann er bara að segja í viðtalinu, já, mér finnst bara að það sé ekkert ólíklegt að ég bara byrja með þess að stelpáttur. Ég meðal að hann er bara les í stöðu. Það þarf ekki að pæli, spyrja hann að Megan Fox er ekki verið lengi með þessum trúð og þá fer hún aftur til hans. Hann er bara að lesa í stöðu. Já, pældi hvað er samt, Egill, þetta er skrítnasta slúðu sem ég hef lesið í langa tíma. Hann er bara með real talk. Ok, ef þú og Sigrún myndu hætti saman, heldur þú væri eitthvað aðstæðanlegt að þú myndi segja við getum alveg byrjað aftur saman?
Ef hún væri bara með öðrum manni Ég myndi fyrir vitt og segja bara já, ég útilokkar það ekki að við byrjum aftur saman. Þá væri ég bara það máttu bara leggja minna gæðdild af því að þetta er bara stórfurðulegt. Þetta er skrítnasti móli, þetta er skrítnasti slúðumáli sem ég séð í langa tíma. Þegar hann kom fram og sagði bara honum finnst mjög eðlilegt að hann var að fara að byrja aftur með henni sem hann er bæðið og hann sagði að gæti gest hann var ekkert að útiloka Ég er búin að snúa baki í Austin. Já, en allavega hann var að fá þetta er ekki góðum móli fyrir Brian Austin Green okkar mann Hvað var skeitan eitthvað? Já, sko, því að fyrirvændi konan það er að segja konan sem hann átti á undan Megan Fox hann var með Megan Fox í 20 ár Nei, einhver 10 Það er búin að segja að byrja með henni afturlega Hún stendur með Megan Fox í skilnaðnum og segir að Brian Austin Green sé a piece of shit bara orðurétt Hann hafði ekki talað sagði hún orðurétt a piece of shit Hann talaði ekki son sinn í 5 ár og eitthvað þannig að hún vil meina að nú sé Megan Fox loksins frjáls frá Brian Austin Green Er hann pós? Ok, þannig að þið að tala Svo getur vel verið að hún sé bara reyði yfir að þau hættu saman og eitthvað Hann hætti með henni og þeir beinti Megan Fox sem var heitasti leikar í Hollywood at that particular time sko. Já, þetta er ekkert Þetta er basically sko eins og Máli er, sko nýjasta mynd Brian Austin Green hann tekur mynd að sér Þetta er eins og bara Sigrún myndi hætta með Steinda og byrja með Rúrik Það er helviti erfitt fyrir Steinda að skoppa frá því Það væri samt miklu erfiðara fyrir mig að fyrir vitul og segist að það byrja með aftur Þetta er nýjasta myndir af Brian Austin Green Hann lítur vel út, skeggjaður og flottur Lítur vel út Og hann er með hænum Hann lítur út eins og Hann er bóndi Já, hann er samt alveg með svona smá neysluface Hann er alveg búin að fara í 2-3 parandi Það er enginn að chilla með hænum nema sé Já, nema sé galinn, algjörlega galinn Hann er hann inni Hann tók selfie, þumalinn upp og ég er með hænum Hann er með hænum Það hangir ekki með hænum Steindi nema sé toppmann Það hangir ekki með hænum Asshole, væri ekki að taka þessa mynd Hvað er það að glæka á sig? Já, það er búin að klína 25.800 okkar hlustendur átt að vera að bomba sér í allan og 26. Endilega farið inn á Brian Austin Green og like þessa mynd, þetta er vel gert í hann. Þeir sem byrja að hanga með hænustofnar, það eru þeir sem eru að stólka fyrirhættu konur, hætt að tala með börnin sín og eru basically þekkti fyrir að vera piece of shit. Þeir fara að hanga með hænum. Ég er endar, takk fyrir þetta Egil, þetta bjargaði svolítið slúðurinn, hann er greinlega enda á toppmaður. Þannig að konan hans er bara eitthvað reiði við skilnaðan. Hann byrjaði með Megan Fox. Hann er gæðlega en animal lover. Já, sem er gott. Herru, þetta var slúðurpakki dagsins, við skuldum auglýsingar, svo hér eftir smá stund íslensk slúður og fleira. Verist þetta vera Þórunn Antonía Too Late hér í FNÍ 5 Blö og hún var nú í viðtali á Íslandi í dag í vikunni sem að vakta athygli. Já, ég mista það. Hægt að sjá það inn á vísi.is. Já, ég eftir að horfa. Við spilum þetta lag alltaf reglulega. Þetta er svona eitt af okkar uppáhalds poplöfum svona í gegnum tíðina. Við læðum því alltaf vinna á því. Ég hef alveg rætt á því þessum þetta. Mér skrítið þetta við gjörði bara vinsælt út í heimi, sko. Virkilega flott lag. En áðurum fyrir mig Al-Sakja Dick sem er hér næst að þá ætlum við að fara í aðeins þroskari dagskurleið sem er kannski ekkert mun þroskari en það er kortmyndur frekar. Það er komið að honum. Já, ég er með það í dag. Hann er ofta ekki mjög þroskaður sko. Nei, en sko, ég er náttúrulega hlustendur byrjar að hjálpa mér eða Instagram vinni mínir, ég baða fólk að senda það um daginn, það komu ógeðslega mörg góð og ég er ennþá að nýta þannig að þetta er ekki eitthvað sem ég samdi, það er líka fínt, þá get ég svona aðeins fría mig reynda samdi ég fyrstu og er ekki stoltur að henni en við finnst hún áhugaverð. Er þið tilbúinir? Já, við erum klárir. Hvort myndið frekar alltaf vera með bónir eða aldrei aftur? Wow. Sko, þessi hún er heavy. Þú ert basically að segja að þið verði getulausir. Já, nærunum alltaf ekki upp en það því samt ekki endilega sér getulaus. Getur eignast börn. Við heyrjumst að vera erfæra fyrir Egil. Nei, sko, Stenþór Hefur þú vaknað ekkert á nóttunni og Steindi Junior er vaknaður Varst að kalla maður Penis Junior Nei, hann kallaði Steindi Junior. Ég er bara að kalla minn Steindi Junior. Já, þú veist Það er hræðilegt, ekki gera það. Alls ekki gera það. Hefur þú vaknað á nóttunni og Steindi Junior er vakandi. Er það að kalla til? Er þið búin að skýra? Ég hef aldrei skýrt. Og þú ert að segja við hann farð að sofa, motherfucker. Skilur þú hvað við? Nei, ég er ekki. Getur ekki sofið með bónir? Já, þið verður ekki lett í þessu. Bara vakna með stampinu? Já, Egil er basically að spyrja eins og það sé að vesti heimi. Ég lifti ekki upp Náttúrsson og segi farðu að sofa. Goddammit Junior. Allur sólarhingur væri þannig. Veistu hvernig er að míga með það er vesen.
Alltaf piss úti. Mæstu hvernig Jim Carrey með í Nýmjömsaldan Arena eftir hann var með, og svo gljóði því það voru alltaf veggi sko. En svo er þetta alltaf líka vesen, segjum að við sett bara, þú veist, þú ert bara að fara að fundi í hátteginu. Já, maður þyrfti bara alltaf að vera í einhverju svona víðum buxum, það er nokkuð ljóst. Nei, þú værir alltaf með það undir teygju. Undir teygju og íbarast það? Nei, þú talir bara stroffið á buxunum, eða þú veist. Já, setja það þar. Fer hann alveg upp. Þetta hefur lett í þessu það? Ekki bara mig, þú ert í þessu líka. Þú eru báður í þessu. Þú ert að gamer. Þú ert að spila við vinina Þú ert að spila við eitthvað krakka út í heimi. Veistu hvað ég er að spila við Digital Curse. Í Counter-Strike. Nei, ég er í Landakurs. Já, ég er á hverju. Hvað væri verra en Steindi í vestinu sinni með möllet meðan blíð harðan að spila við eitthvað krakka? Guys, þið er að miskilja þetta bara saman. Ég er ekki að spila, ég er að spila við Digital Curse. Þið er að keppa við út í heimi. MVP og Óla Game TV, við erum gamli kallar sko. Málega ég þarf að hrósa Steinþóri fyrir þess að lausnans sem hann okkur að lendi í. Þannig að taki það, en svo er líka annað. Það er ekki þægilegt, þú getur ekki farið í sturtu bara eftir ræktin eða í sundi eða eitthvað, þú nefnir ekki að vera með að það bara. Nú er ég ekki í ræktinni, hvað myndi gerast að þú er í ræktinni, segjum að þú er í sturtu upp í sporthúsi og þú er með stampinu. Það er vesen. Ég myndi býða þannig. Er ekki kvart, þú veist, það hlýtur einhver að fara fram í lobby og segja bara, heyrðu guys, það er bara gæi. Hann getur ekki kvartaði við, en það var bara óþægileg stemming. Þetta hefur gerst og þá bara býðum maður. Nema bara og lendir. Hefur þetta gerst fyrir þig? Ekki vaknað þegar ég er á kannski leiðin sund eða í ræktina eitthvað. Það hefur verið í sundi, hætti ekki á góður gæi í baði og fengið hann harðan. Þú veist að segja mér að það fengi bónir bara í klefanum eða? Ég er að tala um króksara shit. Nei, þú kannski að klára ræktina eitthvað og hann er einhverju semægi og þá ferði ekkert í sturtu. Það er það sem ég er að segja, þess að það væri þetta óþægilegt. Þetta væri alltaf króksara shit. Herðu, en ég er bara svar frá okkur. Hvort ekki? Málið er, Steindi er ekki vera hann er að spyrja þig. Nei, ég bara segja eitthvað besta laust sem hefur komið á æfiðinni með teipið og buxurna. Herru, það sem ég var að tala um var alltaf í bónir. Já, sko. Já, bara basically að segja. Ég veit ekki, hvernig þetta, ef þú ferð með að linan að eilífu, þá stundur aldrei aftur samlíf. Það er hárréttur. Þannig að maður tæki hitt. Og þú veist, lífið að Steinþór var í búið. Ég held samt að þú getur sko, ég held þú getur verið í vesinni ef þú ert með stampinu og hún varir ákveði lengi, segjum og sett bara í stampinu bara í hálfa sólarhring. Þá held ég að þú sett í vesinni sko. Þetta er alltaf að herðu, förum bara í næstu, ég nenni ekki að ræða þetta var ógeðsleg spurning. Já, bara versta spurningi sögu. Koma bara ekki svörfið. Fannar Guðni, hann sendi með þessa á Instagram og þakka henni fyrir það. Ég heyri strax það eitthvað á hann. Nei, hvort myndið frekar vera með haus á stærð við vassmelónu eða haus á stærð við tennisbolta? Þetta er svo skemmtilega. Vassmelóna er nú bara svipað stærð og hausuna. Það er talið svona stóra. Alvöru vassmelónu, já, svona bandaríska. Sko, Landakös er náttúrulega með þannig haus. Nei, Kös er ekkert með hætti að kalla Landakös. Besti vinnu minn, hann er bara með vennilegan haus. Landakös með melónuhaus? Hann er með stóran haus, já. Það er agalegt ef að, sko, þetta var orðið Digital Kös, Blackout Kös, er hann orðið Landakös. Þegar hann ákvað að taka gamla skólan og keira landa í bolluna sína. Hann var ekki með bolli í ammálinn í 10. sinn. Fyrsta Blackout sem ég fer í bara í nokkur ár, sko, út af landabolli. Ég held að þú ætti frekar að fara að huga drikkinu en heldur hann fara að búa til einhver nicknames á vinnu mína. Ég meina, þetta var sterkasta bolla sem ég hef farið í. Það var ekki bolla í ammálinn. Hversu fullur varstu? Það var bolla. Egil var líka, Egil man ekki neitt. Já, ég man eftir fyrirpartunum. Já, af því þú fórst ég landa bara að kom setja. Allegedly fór við til Coldfather í eftirparti. Hvort myndi fyrir ekki að vera með risastórun haus eða pingulítinn haus? Það er eiginlega spurningin. Ég ætla að velja vassmelónuhausin. Frekar en tennisboltan. Málið með Steindi. Sko, tennisbolti? Það er bara, það veistu hvað, það er lítið hlaus. Hefði ekki að sjá þér. Já, það gengur ekki. Ég er með lítið haus fyrir, ég er með lítið haus núna, sko. Hvað þá tennisbolti? Þú veist, málega, veistu hvað, þú hefur þetta að segja handbolti, frekar handbolti. Tennisbolti. Ég ætla að halda með það. Því með herru, sko, það var bara eins og maður fikk eitthvað að skrýta sigarti. Það var bara, ég sá þið allt í fyrir þér með tennisbolta. Það finnast það sem ég bara hugsa. Og samt þetta ekki með svona, þú ekki með axlabröður, þú ekki bodybuilder. Jú, ég er nefnilega með axlabröður. Það er svoleiðis. Já, en ég hef með lítinn haus. En málega er að, þú veist, maður sé líka fyrir sér að ímyndar augun og nefið á tennisboltanum og örgulega svona high pitch rödd, sko.
sko, þú talar örugglega einhvern með Já, þú vilt meina að allir sem eru litlir og litlir hausar minna breyk. Já, Þú vilt ekki segja Bauhaus og ég þarf ekki að segja hana, ég hef séð Maður þetta ekki hérna sem var í röðinni Já, það er Bauhaus, ég nenni ekki að heyra Nei, þessu sögu. ég ætla ekki að segja hana, en ég hef séð bara menn fá verði þjónustu að þeir eru einhvern veginn bara minni og aðstæðlega sko. Hvort vil ég, hann þitt ekki báður stærri haus? Já, Melónu hausinn. Herru, þá var það síðasta og ég við ekki það, ég er alveg 50-50 hvort þegar ég lesa það ekki. Segðu fólki stillur á bylgjuna. Varst það kýli í rauða skóla? Nei, þetta segir fólk bara Þessi kemur frá hlustanda. Ég heyri þetta vont, Herru, veist hver á þetta? Hver? Stóri á Akureyri. Já, hann er fárveikur. Hann er fárveikur. Hann meinaði í síðustu viku sem var líka fárveik. Var eitthvað aðstof? Þessi er verri. Úff. Og, jú, ég læt hann flaka. Hún er, ég er búin að vara fólk, hún er ógeðsleg. Hvort myndið þið frekar? Sofa hjá pabbi ykkar, dauðum eða lifandi? Og ég bara Háði fyrsta lagi eftir í sömu setningu að pabbi mann sé Þú mætti bíða Sko þetta er Mætti ég bíða? Þetta er að lose situation Þetta er einn versta spurning sem ég bara kom með í þessum dagskjálfu Þarna og að segja við stórið Þakka kjalla fyrir þína uppástungu Þitt innlegg Og hérna Þú átti ekki að taka þetta áfram í loftinu Nei, kannski ekki, og að sleppa þessu bara Nei, þú ert basically að spyrja bara myndir að vera náriðill Þú ert búin að skella þessu fram Já Og hérna Því mér finnst þetta alveg áhugaverð spurning Ég myndi hendur svo á okkur Við erum bara 3 á leiðinni í norður einhvern veginn að hella ykkur bjór sko Já, stendi, pappi þið alltaf lendi í vesinni með að halda hæðum, það ekki? Þú óþarf að orða það svona Hann fekk náttúrulega kampýlobakter sko Átskemda önd út af Portugal Hann er ekki búin að vera í vesinni með það bara hérna í tíma og ótíma sko Það fara að hafa ykkur ástæð að svara þess Ég er að velta steinum bara Já, bara ógæstum steinum Herru, hérna, þú veist hann var basically bara að segja að hann væri Já, hann fekk í magan, kallinn og þú hefur sagt hlustandi frá því sem ég myndi aldrei gera pappa mínum en það er annar mál Ég segi bara allt þetta Já, ég veit það, kampýlobakter Hvort ekki? Sko, Steiður, hvað er þú spöðið að hendi hérna? Þetta var heldur gott að fara bara í lag sko Ég veit að bara Við varum ekki hjá C.J. Það getur farið beint í lag sko Fóreldrar mínu hlusta á þáttinn Já, herru, við ætlum að fara bara í uppáslægi hans Egils WAP Já, WAP, hefur ekki orðað á þannig Ég þarf ekki svar við þessar spurningu og stóri Hvort myndir að sofa hjá pappa Hann fær ekki Lifandi eða dauðum Herru, við ætlum að henda okkur bara í lag núna Já, það er ekki okkur að kenna hvað lagið hittir Já, vala, hendum á WAP Við erum að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum konið í klefa við Steindi, við erum ekki beinni útsendingu þetta núna og þetta er svolítið, veistu það, Steindi? Já. Ég hef verið að hugsa svolítið, upp á sigastinn, gerum nú ekki mikið að það dettur inn. Ég ætla ekki að tengja mig við þennan dagskrárlið lengur. Já, þú ert alltaf að tengja honum. Nei, nú tekur þú bara við og do your thing, þannig að ég er eiginlega stikk fyrir frá þessu og segð þú bara fólki hvað átt að fara í og eitthvað svona. Ég skal bara sjá takkana. En þú ert að tala hinn virta dagskrárlið D. Nei, býttu nú að klúra þessu. Það er svo liður í ennsku, segðu bara hvað hann heitir. Hann heitir Ashagjóti, en hann er sko Það er samt Ussulón það sko. Herru, hvert að þér hingja? Ég vil ekki vera með í þessu. Já. En býtu, við erum náttúrulega við erum saman í þessu. Við erum saman í klefa. Við erum bara að hringja. Þú sagðist að vera með eitthvað traktor, ekki? Já, ég fór í bændablaði og ég fann traktor og það er svo gott að þeir kalla hann sko, hann er kallaður gamli Nalli. Já. Ég vissi þetta ekki, ég er gamla Nalla. En býtu, þetta er gæi sem er að auglýsa eftir samt einhvers konar vél í hann. Já, en þú lætur bara svo þú vilja kaupa hann. Ég ætla bara að kaupa hann, reyna að kaupa bílinn. Bílinn, þetta er traktor? Já, ég menna það. Tilbúin? Já, góðan daginn. Góð dag. Hver er það með leyfi? Pétur Kristinsson. Pétur, herru, sæll og blessa Símoniti, ég er að hringja hérna út á traktornum. Já, Nallanum. Já, gamli Nallin. Herðu, og hvað þú ert að óska eftir í rauninni bara starfsvegan eða ekki? Jú, bara sveginni sem hann neglir upp á maður prusihjólið að framann maður. Já, nákvæmlega. Herðu, ég get nú kannski ekki hjálpaði mikið með það en ekki eftir til ég að selja Nallan. Ekki beint sko, en ég get sagt þér það að það er eins Nalli sem er gangvært til sölun og bland. Nú, já, ok. En ert þú ekki til að selja þennan? Mér finnst það svo flottur hjá þér, þetta er alveg eins traktor og ég var búin að sökja dig, sko. Hvað segir þú? Nei, ég er að segja, maður gerir hvað sem er fyrir þetta, sko. Þetta er flottur Nalli, sko. Já, einmitt.
Þessi svona hefur sko ættfræði gildi sko, hann var geymdur inn og byggðast hann og hotna fyrir í 20 ár. I suck it sko. Hvað myndir þú setja á þetta? Ef þú myndir kannski einhver tíma alltaf selja þetta, hvað myndir þú svona áallega verða á þetta? Gerðu það, I suck it sko, ef þú segir mér verði, bara þú segir mér verði. Nallinn hérna sko, inn á bland sko, hann var 600 kall og hann gangfær. Gerðu það, I suck it ekki maður, þú verður að segja mér, hvað verð myndir þú segja, samt að væri á þessu? Það ekkert verð á þessum það. Ekki gerðu það, þú verður að segja mér eitthvað verð maður, gerðu það, I suck it maður. Þú veitir hvað þetta að segja, gamli? Seldu mér hennar traktor. I suck it dig. Hvað þetta að segja, suck it dig? Já, það bara nákvæmlega sem ég að segja, þú selur mér hennar gamla nalla, I will suck it. Hvað að frétta? Gerðu það, henni hennar traktor. Hvað djöfullin þetta? Hittu til punginu, ég kleipaði deytingina og selur mér hennar bíl, gerðu það. Ég ekki, nei, svona öllu gríslegt, gerðu það. I suck it dig, I suck it. Þetta nú við, viltu ekki bara hringja við betra tækifæri? Láttu ekki svo kjáli, ég ekki að djóka. Ég kleipaði deytingin, ágrís, ég kleipaði deytingin eða þú leiði mér að kaupa hennar traktoraður. Við erum að tala græna nammipoka, bara mínus nammipókan. Gerðu það, I suck it dig gerðu það, leiði mér I suck it dig og selur mér á traktor. Hérna, hvað ert þú tilbúin að borga sko, það bara málið. Já, ég meina, ég tilbúin bara til að leggja inn á okkur ágæti summu og svo ég líka tilbúin til að suck it, skilur við, ég til að suck it dig. Setja mjúka pullu á gólfið, leggjast niður á hlýðin á þessa pullu, renna niður klaufinni og suck it dig. Hvað þetta að segja, maður? Ég legg til að þú ringir í hennan nallameistara, sko. Ég skal láta það hafa síman hjá honum, sko. Já, ok, það er bara verð sem ég væri alveg til að skoða. Takk fyrir það. Það held ég þér að hlusta á FM 95 Blöð á FM 957 og I suck it. Þetta er Jason Derulo. Ekki uppáhaldslægi með svo sem, en vonandi eitthvað að noti sem fílar þetta. Já, það eru kannski ykkur 3. Þetta er ákveðin slag. En við viljum að fara af því að það styttist í spurningkeppni Gilsarans og fleiri svona vitleysis liði, að þá ætlum ég að fara í eitt svona virtan og alvöru lið. Það er sturlaða staðarindir. Já, það er aðeins að hægja á þessu. Já, bara aðeins að educate people. Tempóið niður. Nei, ekki keira niður, bara svona kenna. Þetta er, fólk lærir á hlusta. Þú skeist satt með Wi-Fi-mólan í síðustu viku? Nei, sko, þegar hann var samin, ég búin að svara nokkrum, þá var það ekkert. Svona til að finna menn eitthvað. Er í lagi eitthvað vegna í misnótið aðstöðu mín og koma með eina afmæliskveðju? Já, hver er afmæli? Patrick Arnold Schreiber Schwarzenegger er 27 ára í dag. Okay. 27 ára? Hann á afmæli 18. september 1993. Afmæli í dag. Hann á afmæli í dag? Já. Ég hefði haldið að hann verið svona 35-6 eða? Er það átt ykkur því að Patrick Schwarzenegger á afmæli í dag? Mér gæti ekki gæti. Nei, mér gæti ekki verið meira saman. Kíktu á til dæmis núna Instagram afmæli í dag. Kíktu á Instagram hjá Bieber. Ég get lofa því að hann er ekki með honum og þeir eru ekki að gera neitt skemmtilegt. Bestu vinur sko. Nei, þeir eru aldrei saman. Nú, ok, mástu þegar að Bieber var með háaða í hockey og Patrick sagði öru gamli I'm trying to chill in jacuzzi. Eftir að tala um neyslu tímabilið þegar hann var að sprauta sig í hæli. Nei, bara tala um Málið það, veistu hvað er furðulegt fólk byrjar að hanga saman í neyslunni? Neysla spyr ekki Patrick Schwarzenegger, hann í Nei, þú veist, hann líkt nú á leið og menn eru komnir á dæluna þá fara bara alls konar flugur að koma í Já, menn eru að hanga með skrýtnu fólki Já Og Maria Schreiber var að segja It's cake time for Patrick Schwarzenegger Frábært Hérna, allt sé að hlusta Cake time Að Patrick Schwarzenegger sé að hlusta Það eru rosalega litla líkur Við tölum svo mikið um hann En býtuð, við gleymum alltaf að ringja Við erum konum með kontaktan og allt Við segjum þetta alltaf svo gleymum þessu Ég verð að ringja Við bórum reyndar ekki konum með kontakt á númeri Já, ég er með kontakt á fólki sem er með númeri Sko, managerinn sagði bara mig Managerinn hans? Já, minnst að máli að tala við Patrick If it make dollars, it makes sense Við erum ekki að borga fyrir að tala við þetta Kostar $12 að fá hann á línuna sko Og getur ekki verið meir en 20 allavega Þú ringir nú í Tom Cruise frítt Nei, en það er Tom Cruise superstjarna Patrick Schwarzenegger er sko bara hvað heita þessa myndir Zombies and Aliens og einhver viðbjöður Já, við verðum bara að rífa upp budduna fyrir viðtölu sem lefnir Það er munur á Tom Cruise og þessari köku sem það tala Það kallar hann köku Við getum kannski, ákveðin hendur ekki bara í söfnun Fá það að vita hvað kostar að ringja hann
Ég myndi aldrei svo $3,000 $3,000? Já, bara glimtu Rugglaður, Ég hélt svona- $20 Nei, ok, ég veit að það er ekki 20 en ég held svona grínast að myndi ekki vera meira en 500 sko 50 Já, en- heldur að sé, svo 60 Þetta er hvað er dollarin, heldur að sé Já, svona svona 60, mikið 70 Þetta er exclusive interview, sko Já, það heldur hann takki símavittal fyrir 60 Og hvað ættu að ræða við hann? Ekki það með langar hringi hann að þau rætt hann svo oft. Hvað ættu að Eins og til dæmis þegar hann var í The Jacuzzi Þetta er Og- þetta sami putt Það hefur ekki ein Beat Machine útastöð var með háaða og hann sagði hann að shut his mouth Nei, Það er ok. ekki ein útastöð reynda að ringja hann, ég get lofa ykkur því, ekki ein Hvað ættu að ræða við hann? Bara Það er ekki lífið. neitt í gangi Nei. Jú, Zombies and Aliens sem Já, sem kom- Hvað er langt í hann? Og líka bara, þú veist Farðu á IMDb Pappa segir hérna. Arnold Schwarzenegger Já, The greatest það er- actor of all fucking time Já, Það er kannski hann er það. áhuga Farðu á IMDb hans, hvað er svona framöndan af því að hann titla sem leikarið ekki Ég- Patrick Schwarzenegger Við Hann er þurfum- leikari, Já. sko Sko, við verðum að ringja hann til að tala eitthvað Við verðum, ef við ætlum að ringja hann, við verðum að spyrja hann að einhverju Já, persónu við getum ekki bara spurt hann út í Máli er- jacuzzi Það er brjála að gera hjá honum Við getum ekki sagt bara How was it when you were chilling in the jacuzzi? Málega, nú er ég fléttunum upp Já, Þessi gæi lítur auðvitað sem Patrick Schwarzenegger hann lítur vel út Eðlilega þessi huggulegur. Bjórið hann okkur, það er alveg Bjössa sörfis inn í keiluhöllinni Já, bara nákvæmleis Hann hafa komið þrjá Ok, leifs nú er ég fléttunum upp Já. Takk mestari Það kom okkur kongur hérna og gaf okkur 3 bjóra Já, þrjá klassi Fálkórn og þennan Já, þetta Það er hörðu, ok, ég er fléttunum upp Já, Það er meira að gera hjá honum en Nicolas Cage nú Ok, hörru, hann er Nú er completed í svega Echo Boomers og hann leikur þar Lance Sutherland Go boomers Hörru, completed líka Moxie og það leikur hann Mitchell Wilson Sér núna er post-production Warning sem er mjög gott náttúrulega mynd og pre-production Stowaway Það er brjálað að gera hjá hann Ég get lofa því að Nicolas Cage er þá bara að segja nei við verkefnum og er bara í smá kælingu Er ég búið þetta til eða er þetta Við þetta? Já, sjáum þetta- en þetta geta Þetta verið- er svo já. lélega Nei, myndir málið er bara Þetta er ekki að það er neitt brjálað að gera hjá hann Á hann hittara Á Við erum hittara. alveg hreinskil núna Hvaða frægu mynd var hann í? Sem allir hafa séð á Íslandi Hann lék náttúrulega í Midnight Sun með Bella Thorne sem reif nýtt raskat á OnlyFans daginn Já, já, frábært menn ekki eftir Nei, ég man ekki eftir þessari mynd sko Hérna Midnight Sun Já, þetta er ekki vinsal mynd samt Já, sko Þó þessi vinsal leikon í henni Já, sko Þetta er mjög vinsal mynd Já, já, herru, við ætlum að fara í styrlaða staðrindir Og hann er með second lead hann Skal sér sko Hætt að sína mér Bella Thorne er Já. efst Já, já. Hver er nummer 2? Patrick Schwarzenegger í bíómynd sem ég aldrei heyrt um Charlie Reid Charlie Og Reid, menn tala hérna um það í að hann hafi myndinni. verið með ekkert eðlilega gott performance hann Hverju tala um það? Bara gaggrínendur Fyrsta styrlaða staðrind dagsins Hlaupabretti voru fundinu upp sem pyntingartæki fyrir 200 árum síðan Þannig að þegar Hlaupabretti? Já, þegar hlaupabretti var búið til þá var það fyrst notað sem pyntingartæki Sem það er vissulega Já, það líður á þannig þegar þú komin að hraða 12 Já, en nú er bara fólk sem að borga fyrir að fara á þetta Rétt Svo er það næsta Samkvæmt könnun sem gerð var í Norður Kóreu er Norður Kórea hamingjusamasta þjóð heims Já Þannig að það er Könnunum var gerði í Nóri Já, ég veit ekki hvort þetta stendst en allavega Var Kim eitthvað með puttar í þessari könnuna Kemur ekki til Helviti líklegt að Norður Kóri að sé hamingisamasta þjóð í heim Fólk þú eru ekki að rópa þarna Það bara missur handlegg sko. Herru, svo er það næsta Þessi er rosalega Hún hefur komið áður En svo sá ég hann Ég varð að koma hann aftur Það er alltaf leið Liam Neeson Já, sem er kongur Já Þannig að þið munið ekki Sturluðu staðrindinu Liam Neeson Hann vann sem kennari Vitið okkur hann var rekinn Akkur Kildi 15 ára strák í barkan Og hann misti andan Var hann með Hann er leiðilegur, hann er með hundleiður Já, með hníf í begnum Já, sjálfsögur kildan í barkan Spáði hversu hart er það samt sko gaurinn náttúrulega fullorðið maður í dag að Liam Neeson hafi bara kilti í Já. barkan sem kennari Ef það Hann kemur lifir 15 ára á- krakki með nýf, lappað það mér Ég myndi kílan í barkan Já, þó að vera kennari og hann var í begniðinu Strax, ég myndi kílan strax í barkan Ég hafa ráðist á mig eins og fyrir að vera með kveikjara í tíma en ég var ekki kildur í barkan Það var króknum Já, það eru svo næsta Það er rosalega Hundum finnst jafn óþægilegt og mannfólki að láta horfa á sig að menn hann kúkar Já, þið verða skömmustilegir Já, þannig að þeir eigi hunda og þeir að kúka ekki vera að stara á þá Hefur Þeir verið að vilja það stara ekki hundiðin Steinþór Já, stundum að bíða Maður er að bíða, þú fer bara út að lappa Svo Þú leiður bíður hann ekki að hæja sér í friði Ekki lagi með því Það hefur Viltu aldrei að haft stara, hundar viltu að stara þegar þú ert að hæja Hefur- Ekki hundurinn heldur, það er basically sem ég er að segja Fólk lærir á hlusta á hana þátt Já, Steinþór Já, ég er enda valla að fengja að kúka einn í friði Bara síðan dóttir mér fættið sko Hvað þeirstu mikið pening fyrir að kúka í beinni útsendingu? Og allir myndi að horfa á það Kúka í beinni út skeina. Finnst þér ekki óþægilegt Jú. ef ykkur horfir á það kúka? Já, það er allt annað, ég meina hundurinn var ekki í beinni þegar hann að kúka Þegar við að tala um bara myndavel á Steinþóri 2-3 kamerur, Já. 20 sjónarhótt Hann er að hæja sér og það er að skeina sér Fann mann alþjóð Já,
Krumpi kúlu, Ekki gott. krumpi tvöfaldar Lotus. Hvaða dollara myndur þú þurfa að Það er bara ekki til upphæðin held ég. Ég myndi ekki að lofa, ég myndi ekki að horfa. Herru, næsta, talandum að horfa, Bítlarnir horfðu allir saman á George Harrison missa sveindóminn. Þetta var sem mikill Bítla aðdandi, það fannst mér gaman að hvað gera þessa. Það stóð ekki. Bara hótel í ykkur ruglega. Drug, sex and rock'n'roll. Það er Bítlanum. Ungir og Það vitlausir. er að hrista sig á meðan Það kemur ekki fram. Svo er það næsta. Það deyja fleiri á ári við að taka selfies en í hákarla árásum. Þetta er rosalist. Ég get alveg trúa því. Það fólk er alltaf hangandi á okkur hústökum að taka einhver selfies og Er eitthvað sorgleira bara fyrir foreldra að tilkynna bara að þú ert að það er bara eitt að missa bara barnið sitt eitthvað og hvað gerðist? Hann var að taka selfie. Það er rosalega, það er svona weak way to go. Já, bara hlægilegt. fólk er að búa til premium content sko, sem Premium ég skil, content, sko. já, en ekki leggja lífið þitt í hættu. Nei, Þú vilt alveg ná geggjari myndaðar hangandi á okkur, veist, á okkur þakki skilur og Já, contentið sigrar hann. kannski 10 år slaka mynd sko. Já, en er hún þess Vissu takið og smá vesinni sko, ég skil þetta alveg sko. Herru, næsta staðreynd er rosaleg og hefur ekki komið áður og mér bara minnst ótrúlegt að þetta hefur ekki komið áður. Það er algengt í Kína að fá strippara í jarðarfaris. Já, mjög skrítið. Býtu, ertu að segja mér að það bara deyr hérna eitthvað frændiðin í En dáin? þú veist hvað gerist, þú veist okkur að það er jarðarförið. Já, þú veist bara að segja mér eitthvað Hvar það deyr mætti eitthvað. stripparinn? Segja mér eitthvað frændiðin hafi Það er ekki jarðarförinu. Já, Eitthvað frændiðin mætir tekur hana- misefna selfie og það kemur strippari. Er hún þá á kistunni eitthvað eða? Ég hugst þetta að segja Og er þess pussy á það? Ég trugli erðadrykkjunu eitthvað. Það stóð samt ekki, það stóð bara ég fjúnur. Já, ok, en hvað, það er rosa. Já, Þetta er samt skemmtilega hefð. já, Er þetta hérna þekktæmi í Kína, er þetta bara eitthvað einstæmi í Kína? Þetta er algengt. Þetta er Þetta er jarðarför, ekki eitthvað bara eins og eins. Þetta er fólk bara grátandi og syngja eitthvað ljóð sko, en Þetta er kannski svona til að lighten the mood, ég veit það ekki. skemmtilega koncept, ég er það ekki Já. það. Pæliði hvað, þetta væri rosalegt á Íslandi. Þú ert bara komin í hérna, hátíkskirkju eða eitthvað og Páll Rósinkas var að klára að syngja og svo kemur bara eitthvað strippari. Já, bara Afigrið, blessus minning hans, við vorum að jarða hann daginn, þá var Jóhann og Guðrún að syngja, það hefur verið helviti steikt að þessu bara komið strippar upp á Kom ekki svið. strippar þar? Nei, við létum það eiga sig, þetta erum við ekki í Kína. Herru, svo er það síðasta styrlaðastarinn dagsins. Nuttast í kistunni og eitthvað, þetta er helviti skrítið í alveg. Leðublöggur hrækja á þá sem það er fíla. Ég hata leðurblöggur, það er ástæður þeim að lífum mitt er in the shit. Já, COVID viðbjörinn. Já, Kunni ágætlega bara leðurblöggur En pre-COVID. ef að leðublögga myndi fíla þig, þá myndi hún hrækja þig. Alveg svo Já. í Asian 22. Já, Chicago. It's a sign of affection. Chicago. Herru, hvað þessi var Þú kæftað? voru að renna yfir þetta, við erum búin svo 100 bjóra. Allt er svo kjaftaði. Já. Hlaupabrettið var fundið upp sem pyntingatæki samkvæmt könnunum sem gerð var í Norður-Kóru Norður-Kóru hamingisamasta þjóð heims. Liam Neeson barði nemanda sinn sem var 15 ára. Hundum finnst jafn óþægilegt að láta horfa sig kúka og eins og mannfólki. Bítlarnir horfðu allir saman á George Harrison missa sveindóminn. Það deyja fleiri á ári við að taka selfies heldur en í hákarla árásum. Það er algengt að fá strippara jarðarfarir í Kína og leðublöggur hrækja þá sem þeir fíla. Sko, ég held að ég sé með, ég veit hvað ég ætla að Hvað er gíska. gætt aðeins? Ég ætla að gíska á að hundum finnist jafn og það er að kúka. Ég ætla að segja að hérna Það er ekki hægt að kanna, hvernig ætlar að spyrja hund? Ég veit að Asjubúin er átt grillaður en ég held að stripparinn sé manjur. Hvoruður eitthvað með þetta Bah. rétt? Leðublöggur hrækja ekkert á þá sem þeir fíla. Það er Bjóð það svoleiðis. til. Já. Jésu, hvernig ætlar að spyrja hund? Hvernig hún líður? Það eru bara hundasálfræðingar sem sjá það á hundunum. Jésús. Ég meina hvernig áttu að vita eitthvað um dýr. Það eru bara menn sem eru í þessu þó þú fattir það ekki, Þetta vitlisingur. er hundasálfræðingar. Já, nákvæmlega. Herru, ég veit ekki að því ég er ekki með takkana hérna eða tölvuna, ég veit ekki hvað laði næst, vonandi Vala búin að finna eitthvað gott handtakur. Sturla lag Valdimar og þetta, ég hef rætt áður í þessum þetta, ég öfund að Keflvíkinga hafa þetta lag undir í körfunni. Geggjaður. Já, yfir gefin. Það er reyndar, talandi um körfuna, hún verður að byrja aftur. Stólarnir verða sterkir í ár. Já, heldur að er það að vinna eitthvað eða? Ég er búin að, ég bara nenni ekki að ræða. Ég held ég er svona eins og Liverpool stuðningsmenn voru hérna áður en loksist tóku dollunum daginn. Ég held alltaf þetta sé okkar ár. Ég held með stólunum. Og sem verður aldrei. Já, takk fyrir það. Nei, kannski núna. Ég er mikill stólamæður. Ég er náttúrulega, það er festirinn. Hann hétt reyndar Hesturinn, hann er farinn. Já, minn upp á. Hester er í sko The Addams Family. Ég vona hann sé ekki að koma í Býttu hérna Hester. Já. Já, Hester. Hvað, er hann farin? Hvert fór hann? Herru, ég nenni ekki að ræða körubálta. Nei, fór hann bara heim með það? Ég veit ekki hvað hann Máli er. er, má ég gefa ykkur tips, kóksurum? Ef þið viljið vinna ykkur dollur, ringi bara í Hoogie Man, guy that gets shit
done. Já, hann alltaf með puttan í þessu. Já, og láti hann bara stjórna þessu. Já. Ég lofa að 2 ár og þú eru búin að græða dollu. Það þarf bara eitthvað svona húki menn inn sem keirir þetta gegn. Það sem svo gott við stólana bara logoið, að vera með krókudilin. Þetta síkið. Já, þetta bara alvöru logo. Það ekkert íþróttafélag á Íslandi með jafn flott logo á stólana. Ég að peppast upp fyrir tímabölinu. Það bara að ræða þetta. Þú átt að fá þér tattoo, þú fáið krókudil á hendina. Já, ég skáð með krókudil fyrir. Ég ætla að halda með völsurum hérna á þessu sísón. Þetta einn af minni bestu vinnum, Christopher Acox hann mættur hanga, það var sterkir. Valur náttúrulega. Þessu huggulur ég var í gella. Ég var að senda hún dónulega skilabúð núna. Já, sem betur fyrir ekki gæla. Það hins vegar komið að spurningkeppni Gilsarans og það hvað? King of Haust. Já, King of Fall. Fall vor sko. Já. Fall vor. Hvað haust á þá? Árum eða ekki þá? Ég hef ekki hugmynd sko. Betur verið ég með lágenda östulu. Beitum þessu bara í King of Haust. Þú vil líka veistla. Þú höndlar ekki ennsku, það verður jafn legur og Steindórs Eppi. King of Haust. Og málega það, fólk fyrirgjöf mér að hafa ennsku og íslensku í sömu setningu. King of Haust. Fyrirgjöf, það er búin að vera hann frá upphæði. Vala. En okkur segir ekki bara konungur haustins? Og því konseptið King of. Nei, ekki trailer, bara byrjum með þetta. Já. Ekki trailer? Nei, hann svo langur og... Já, hann ok, hvað segir, hann langur en... Við getum haft hann undir, Vala. Við gerum það stundum, svona aðeins til að hugga hann. Og höfðu trailerinn hans undir bara meðan við byrjum þetta. Ég fekk ekki stendatrailer, sólatrailerinn það sko, hann... Ok, hann er kominn. Hann er heiðst undir. Ok, og nú ætlum ég að komast að því, hver er mér í haustkall? Já, hvað flokkast að vera haustkall? Ég er bara að fíla að það sé að kólna og laugin sé að fara. Er þetta þitt season? Já eða nei? Já, þú menna, ég er ekki svona hvort dílar betur við, bara svona hösti. Þjóði veit ekki hver er mér haustkall fyrir eftir svona 10 myndur þá koma á hreint. Ef ég á hreinskilna, það heldur sér öllum sama. Og spurning nummer 1. Ertu búinn að kickstarta haustinu með því að stækka við því og kaupa þér 300 fermetra luxury house? Nei. Blóndið maður þarf að vera honest. Já, ég er honest. Hvað heldur ég sé að kaupa 300 fermetra luxury house? Bara alls ekki. Ég gilsar að námundar. Þegar vinið mér kaupi 258, 260 fermetra, ég námundar. Ef þú námundar þá er þetta 200. Staðfest. Þá var þetta 245. Nei, 220. 220 luxury house. Ég gefði punkt samt því að þetta er en upgrade. Þetta er en upgrade úr penthouse-íbúðinni og til hamingju. Já, þakka fyrir það. Já, herri. Hver allar bjóða gilsarunum í a couple of years? Hvernig er innflyttsmarki? Það er ekki að flytja fyrst. Hvernig farið aðferð? Ef ekki bara halda árum með spurningkjarni. Þjóðin vil vita hvernig blöð fara. Þjóðin veit að varst að selja. Það kom til að mynda þessum selur á... Já, sem var þetta geggjum. En veistu hvað, finna því, og Rakel sagði mér, manstu við ætlum allir að fá okkur hérna tattoo út á Júragarðinum. Manstu, ég var búin að ákveða að fá mig sel. Ég sendi þið tattoo. Þú átt að fá þig krókudíl. Já, ég fæ mig kannski krókudíl. Herðu, ok, næsta. Krókudíl tattoo? Já, það eru stólarnir. Ef stólarnir vinna Íslandsmeistaratitilinn, þá skal ég fá mig krókudíl. Herru, ef stólarnir vinna Íslandsmeistaratitilinn í ár, þá skal ég fá mér krókudíl tattoo. Fáum okkur saman. Ef þeir vinna. Þeir vinna aldrei, hann bara ekki síkó. Ég er alveg til að ég er alltaf til tattoo. Hafðirðu hugsaðir að nýta fallegu haustlitina sem er að detta inn á Íslandi? Þetta akkur spurður mig ekki hvort að ég fekk ekki að svara á hann. Með hvað? Með húsið. Með húsið? Hann veit bara að þú ert ekki búin að selja. Já, nei. Ert þú að kaupa þér húsið? Nei. Hann bara vill fá að svara. Það drulla peningum sko. Já, maður bara svar rétturinn. Þú ert ríkasti vinur minn, þannig að eðlilega vil ég fá svar. Ég haldi bara frá. Ok. Hafðirðu hugsaðir að nýta fallegu haustlitina sem er að detta inn á Íslandi núna? Svo kemur við björn. Maður finnur uppbygginguna sko. Maður finnur uppbygginguna. Svo kemur hvaða viðbjörn, ekki viðbjörn. Ok. Nýta haustlitin í hvað? Nýta fallegu litin í hvað? Hvað er að nýta fallegu litin í? Þessar gulu löfblöðin sem detta á trænum og svo fallet allt. Ég maður klára það. Já, sem er að detta inn í Íslandi og taka utan þér kannski vel kóreografað hugulega limumynd. Nei. Það er svo lett að lesa þig. Það er bara, það er ekki. Sama hvað ástíð er, þá hef ég aldrei hugsað mér að kóreografa góða limynd. Ég held ekki að ná einhverju geggjustu limynd sögunar þegar í fallegu haust íslensku með. Hann var basically alltaf að tala um að myndi fá Hannes Halldórs til að taka sko eitthvað drón. Baldur Kristjánsson. Nei, og hann vildi tala um að taka eitthvað drónaskot með fossi í bakgrunni. Þetta er alveg. Og Baldur the greatest photographer on earth. Ef ég var að hreinskilja þá held ég sé ekki hægt að taka góða limynd. Þetta er alltaf ógæslegt. Jú, Rikki félagi minn, hann tók limynd. Heldur hún að vera falleg? Sko Rikki
En einu vinur minn sem með experience í að senda liðmyndir út allt. Ekki út allt. Sendu vinir sinum. Þú mátt ekki segja svona. Fólk hlusta sem veit ekkert hvað þú tala. Ég ætla að taka upp hanska fyrir ykkur. Já, ég líka. Þú mátt ekki segja svona. Hann var svona. ekki að senda liðmyndir út allt. Það bara ekki. Hann sendi eina mynd af vinsinn. Hann tók liðmyndir, ekki? Hann sendi mér flippa af vinsinn og sá Ok, hvað er staðan? Það er 1-0 fyrir mér væntalega. Það eru 2 spurningar búnir og ég fekk 1 rétt. Ertu hjálp í þessu eða? Hefur þið farið í dögi með stöðumælaverði? Ég vissi að kemur eitthvað með Þetta gengur ekki sko. Þetta er nei hjá mér. Þetta bara gengur ekki. Nei. En blöð. Ha? Nei, ég hef aldrei verið með stöðumælaverði. Ekki svo ég Ekki viti. heldur. Steinþór? Nei, ég hef aldrei verið með stöðumælaverði. Hvað það læga? Hún sagði nei við hann. Hvað er svona að fyndið það? Ég er bara að segja dagsattir. Ég er bara Hún vildi hann ekki. Vildi mig ekki. Þú sagði það. Já, þú veist, það var ekki réttu tími. Ekki rétt í tími, komið var hún á föstu það? Nei, ég veit það ekki. Hann okkur segir ekki okkur bara loksins hvað gerðist þarna? Nei, ég bara ætla ekki vera. Hvað, var þetta eitthvað viðbjöð? Nei, þetta var svona, strákar, þetta er 20 sekundar að saga. Já, okkur segir hann það ekki. Ég nenni ekki að segna. Eitt svona stöðt, þú reyndið við stöðmælaverð, hún vildi þig ekki. Bara basically hann. Ég skrúa niður rúðuna. Já. Spurði hana, heyrðu, hérna afsakið, ég var að fá sekt hjá þér. Æ, fuck it, ég nenni ekki. Þú verður að klára þetta. Hann hættur að hlæja. Þetta er ekki neitt. Þetta er ekki neitt. Hún var búin að sekta Skróaðu þig. gluggan og sagðir, hæ fröken, ég verið stöður að Já, nei, ég nenni ekki, ég nenni ekki að mata það við þessu. Þú ert eftir að finna eitthvað þetta og nota það gegn mig. Hvað kom eftir það? Það kom ekki neitt. Fyrirgefðu fröken, ég vilist að hafa ekki stöðumæla sér. Nei, ég sagði þetta. Þetta er það byrjun aldrei ykkur rosalegri bíómynd sko. Já, sko, þetta Samþýrgu ámyndan í Kabel Basically, Þegar hann svo ég- Kabelgæðin kemur á bankar og dömur Já, þetta var ekki kapalgæð. Þetta er ekki sama koncept. Já, þetta er ekki þannig. Ég sko, málega, Skrúaður niður gluggan með Ok, ég ætla síkó að segja þér, þetta er Og sagðir, Nei, með sík, jú. fyrir ekki fröken, nei, ég finnst að það síkó. fengið stöðum Nei, djöfull ertu leiðilegur. Djöfull ertu leiðilegur. Ég er að reyna að segja þér. Ég er ekki hægt að tala við þig. Getum við bara fengið sögur Já, gott með hana. Þú skrúaði niður. Ég sá sekt. Já. Já, ég fekk sekt á Þú vildir ekki borga hana. Ég vildi ekki borga hana. Nei, þetta ég vildi ekki borga hana. Nei. Ég átti enga peninga. Og ekki bara það. Ég er bara, þú veist, það vill ekki borga sekt. En Nei. fókitt, ég sá bara manneskuna sem var að sekta. Já. Og það heit Pía. Já, bara Það varst að það takit á þig bara Nei, Það fara á date bara til að losna undan einhverju 3.000 skall. Nei, alls ekki. Þú lítur að vera eitthvað sætt. Þetta var þú veist það, ég nenni ekki að segja þetta sko. Hvað Þetta er svo þreytt sko. Þetta er What ekki the þreytt. Þú er aldrei sagt söguna. Ekki dýrt, Stutt bara söguna, stutt þetta- sagan Ég basically hún er sætt, Já. skilur við. Hlaut að vera. Ég er bara Já. einhleipur og ég er, þú veist, á keiri til hennar og Keirir á eftir henni. Nei, þú Í veist, bílnum? ég er basically bara að Eldur hana Nei, ég var ekki að elda hana. Nei, ég er í, sko, ég Það er er ekki ekki hennar. fókuð Þú keirir til hennar, þú sagði það orðrétt sjálfur. Já. Og hvað svo? Svo stopp, bara ég skrúa niður hana. Já. Félagi minn ég er með félagi mínum. Já. Ég skrúa niður hana og Og ég er ekki að hlæja og Ég er ég ekki basically spyr hana. Já. Hvernig spurður þau? Það er stóra spurningin í þessu. Ég- Hvað sagður þau? Ég sagði, ég manna ekki orðið. Þú manst það víst. Nei, ég sverða, ég man Cirka? Ég basically sagði, þú veist, hæ, þú varst að sekta mér. Nei, beti, ég sagði það ekki einu sinni. Ég sagði, ég basically þetta er svo vott. Þetta verður verra og verra. Það er eitthvað að degi inn í mér, sko. Herru, en málega, ég basically spurði bara. Bottom line er, ég spurði hana basically, herru, hérna mætti ég fá númerið þér? Já, til þess að losna við sektina eða langaði bara að borga sektina og hitta hana? Ekki til að losna við sektina. Já, Bara, ok. Þú veist, bara svona, Bæði bara, já, og bara, ég veit það ekki. Og hvað Ég veit sa- það ekki, og hvað sagði þú hún veist, þá? Þetta var bara strange time, skilur. Já. Og hérna, hún sagði bara nei. Bara kallt nei. Alveg kalt Og nei, helt sko. áfram að labba bara. Já, ég held bara, bara nei, og bara labbaði áfram. Og sekti fór ekki fetið þar okkur Sekti, ég borgaði bara sektina. Og Heldur hún að fara, veist, einhver pervert að keira á eftir henni að reyna að Nei, en ég er satt ánægð með Losa þess Þetta var að ekki- reyna Það tengist- það var vel gert þér. tengist ekki sektin. Gefur þér shot. Það tengist ekki Hann fekk sektin. sekt Já, En hann reyndi já. Koma svo úr þessari sekt Ég heyra það with bara, his þetta er penis. bara, ég heyra þess að þetta er sorglega saga. Er 1-1 í Já okkur? Steindi fekk punkt þarna ekki? Jú, en nei, það ætlar það ekki núna. Nú veistu bara svo hvernig það var. Nú máttu líka bara droppa þessu. Já. Það er ekki meira með stöðumálum. Hefur þú skellt þér í þveng? Já, Þessi Ég var bara að gleyma þessu til það mikið að grafið þessu. Já, já. En það var tengt sjónvarsþætti.
Og var það bara í hverju flippi? Nei, ég held að Var það kallkynstvengur eða konutvengur? Þannig að penisinn út, veist, visual eða var það svona kallkynstvengur? Ég held að ég hef bara farið í þvenga konu minni í einhverju flippi, bara eitthvað að hlæja og flippast sko. Góð leikur, mitt var tengt sjónarpið og ég man ekki, það var bara einn heima fullur og Nei, ég er bara, þú veist, ég er alltaf Hvernig leikjum eru þið? Ég er bara alltaf að fíblast maður, þið vita. Ég fór bara einhverja nari og var eitthvað dög. Þetta tengdist ekki neinu kynferðslu. Nei, þetta er fyndin. Má sjá. Ég er að reyna að bakka það upp hérna. Ég veit að þetta er hræðilegt. 2-2 og ég er ekki vel leiðilegur. Þetta er eitthvað mest spennandi keppni sem ég hef verið með. Þetta er sko 2-2 og það er nokkuð spurningar eftir sko. Vonandi ekki margar. Núna eru þið báðir ekkert eðlilega vorni, en eru þið jafn graður á haustin og á vorin? Hvað er þetta fulltjáð? Þetta sé alveg svipað. Stefþór? Já, alltaf ekki. Ég held að fara ekkert eftir ástíðin hjá mér sko. Ég finn eitthvað mun. Stendur þú graður á vorin og haustin? Ég myndi svo, ef ég væri í bíl og hef aldrei hlustað á hana þátt áður, væri bara svona, hvað er þetta? Á hvað er ég að hlusta þetta? Þú verður að koma eitthvað aðeins. Nei, út af því að rannsóknir sína á vorin fólk horri. Ég myndi að það er samt bara, ég tek undir þetta. Ég myndi að það er að vera að keyra í bíl. Það er bara hræðilegt. Og svo ertu bara, ok, og í þætti kvöldsins og hvað það er spurningakefni, hvort þú græður á haustina, veitum það, svo er I suck your dick. Þetta er bara 3-3. Hefurðu setið inn í bíl á gullfallegum haustdegi, séð stöðum að það voru setja sekt undir rúður? Við vorum að tala um þetta. Bara fyrir svona Nei, ég er ekki tjóka. Haldið að sé mínúta sem við tölum um. Veist ekki hvað ég var að segja? Nei, ég veit ekki hvað að segja, en ég veit að þú ert ekki bara að drapa þessu. Sem er ótrúlega. Klára spurningur? Já, þú mátt alveg. Við vorum að ræða þetta. Hefurðu setið inn í bíl á gullfallegum haustdegi, þú veist hvernig það var, séð stöðum alveg sekt, skellt undir rúðurþurrkuna á bílunum og hugsað vilja titlingaðan á stöðum. Valur er að setja lag. Ég get þetta ekki. Ég er ekki að gera svalan en við þurfum að fara úr þessari keppni. Þetta er komið gott. Þetta er bara sami við. Þið eru að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 95. Ég verð að biðja þig afsökunar. Fall er haust. Thank you, kind sir. Það var eitthvað sem var að senda hérna og Twitter á mig. Þetta verið kjaftaði. Ég skitið þér. Það var svo sem ekkert mesta skitan í þættunum. Nei. Það styttist í íslenskt slúður. En áður fyrir íslenskt slúður þá er komið að byrja þér á fyrir 2 spurningkeppnir í röð. Það verður aldrei gerst. Viltu ekki taka kassið á brundan eða viltu fara í Fellow Kids? Tökum Fellow Kids, ég er með Fellow Kids klárt. Og hérna, ég er með 8 spurningar. Ég þarf að keyra þetta niður í 5. Svo ég ætla að biðja Völu sem er í stúdíónu að henda í trailer. Henda í trailer? Jesus, not cool. This needs to stop now. Fellow Kids. Þeir eru báðir fertugir. Sexy and I know it. Annar þeirra er sköllóttur frá Sauðárkróki, Super Mario Bros. Það var alveg töff. og hinn er ennþá með strípur. Þetta er Hungry Gills. Ég er ekki ennþá búinn að fá leið á því. No, God! Hvor þeirra er meira hip og cool? Hvor þeirra skilur krakkana betur? Yeah, boy. Hvor þeirra sigrar? Herru, ég bara lit Völu stoppa þetta. Þú ert í sama pakka og Egill. Þetta er allt og langur trailer. Ég var bara að fá málega, sko, þú mátt ekki vera að vinsæla. The Youngbloods, þau vilja hafa mikið að gerast. Þetta er action-packed trailer. Ég er bara að geða Youngblood. Herru, hvernig fór það sér? Það var jafntefli. Þú hefur samt alltaf verið með puttan á púlsinum í How Do You Do Fellow Kids. Þú ert rosalega. Ég reyna það. Egill er reyndar búin að koma sterkur inn og hann er Það var jafntefli síðan. En ég er samt underdog, sko. Þú ert yfirleitt underdog. Það er búin að vera jafntefli, hvað, 3 þættir röð? Nei, ég vann þar undan. Það var jafntefli síðast. Málega bara, hann er the talent. Skilur og Þú varst að work hard. Þetta er svolítið eins og bara, þú veist, ég sé að mæta Tiger í gólfi, skilur. Ég á ekki break, en gerum besta. Já, þú hefur nú náða að jafna tvisvar í síðustu 3 skipti. Aldrei, sko. Herru, ég ætla að biðja Völu upp á Söðurlandsbraut ef hún vildi vera svo væna að henda MOP undir. Já, Hefur ekki bara keira þetta í gang? Hanna, það er svolítið hátt, vala, svolítið hátt. Nei, þetta alveg hrein, ekki ofhátt. Ok, sko, strákar, eru þið klárir? Við erum ready. Þetta eru 5 spurningar eins og alltaf. How do you do Fellow Kids? Hvor ykkar er með puttan meira á púlsinum og hvor ykkar skilur úlinga betur í dag? Og fyrsta spurning, hún hljómar svona. Þið vitið hvað pause þýðir?
hvað þýðir tós? Með T Tós Tós og þetta er hann Guðmundur sem sendi Er það íslenskt eða? Þetta er, nei Þetta er frasi fyrir þetta er útlensleg, þetta er á ensku Tós, það er hann Guðmundur sem sendi þetta inn ég fæ þetta allt saman send Top of shit Það er Herru, þú réttir ekki upp hönd Hann réttir ekki upp hönd Hann sagði þið samt svarið Já. Þú varst ekki nálægt þessu Þú varst að Herru, pæla dómari Ég var að hugsa Já, ok Hann ítir ekki að bjölduna Ok, maður verður rétt í bönd En Ég ætla ekki að vera svona leiðileg, þetta er stig Top of Ég var shit að tapa punkt á technicality Nei Top of shit er hárrétt Top of shit Þá er það spurning 2 Og ég ætla að gefa ykkur báðum vísbendingu Ok Þetta er frá Patriki Þetta er mikið notað í hans vinahóp Og þetta er eitthvað sem þú gerir í gimminu Þetta er einhvers konar æfing sem þú gerir í gimminu Ég ætti að vera favorite hana Hvað þýðir frasin að taka einn gilsara? Auðun Blöndal Ég myndi alltaf að vera að detta Það er ekki Hnippega. Auðun Blöndal ekki heldur Ok, þetta er æfing í ræktinni Unga fólki notar Taka þetta einn inn gilsara. Takk Þetta er gilsara gott ágiskjá Blondale Því ég er dead screamsli sko Hann á nafna Dead skrimsli Hættu þessu Sko, Hættu að gefa það sensa Patrick og nafna Taka sem einn ammali gilsara Að taka eitt gilsara Mother of all balls maður Það eru fyrir svar Ég er með mjög impressive deltoids Er það að taka axlir það? Það er ekki rétt Anskot Hvað er það? Því miður, það er að taka backpressu Það er Þetta- Egil, það er ekki hans Nei, en það Ég stendur þetta lið, sko. En guys, þetta er bara ég er sendibóðin Þetta er Já, frasin sem ég fekk senda Já, ekki nema 165 í back Þetta var heil Það er eitthvað helvita mikið En hvað er bara með næstu? Ég á 80 Þú varst ekki að borða bara skýr þá Skulum hafa það á hreinu Ég- Þú tókst þess að Nei, þú hefur verið að djúsað upp og ég fíla það En málega er að ég á 80 ódjúsaður Nei, þú Jú. náður ekki 80 Þú varst með 70 kíló Já, 70, ég á 70 ódjúsaður Nei, hann náði ekki 70 Logi Bergmann ég náði niðurlagði Steinþór Hann náði þjó Já. Ég vann loga, hann Hann hlýtur náði ekki 70 Nei, Nei. Þú átt 60 Ég ódjúsað 65, 100% Og rökin þess voru þau Ég kláraði hann í uppbytuninu sko Já, sem Hljóp hann eitthvað gerði. tvo- En bara svo veitir að þetta er ekki Þú átt ekki að vera að monta að þú eigi 65 ódjúsaður En málega það, þegar ég mætti þarna Auði, þú varst ekki þarna Ekki mátti. Nú Ég sá þetta á já, nú Snapchat. ætla ég að vera alveg heiðlugur Egil, hann ætlaði að vera eitthvað að gera mig þvílegan greiða Og ætlaði að láta mig hita vel upp Hann kyrði mig út Ég er ekki í formi, hann klára Ég Þá átti reynum ekki við þetta breyð aftur Sjáum hvort þú náðu 70 núna Ég get lofað ykkur, ef ég færi núna Steindi. Ég er búið með svona 80 bjóra Ég geti farið núna upp í hvaða kim sem er Og rifið upp 70 kíló Hvernig getur ekki lift 70 kíló? Ég geta maður, ég er að segja Ok, það reynum við til vikunni Venjulega maður tekur þetta svona 100 sinn Venjulega maður Þetta er 70 Þetta er 70 Þetta segir bara venjulega maður tekið 70 kíló 100 sem Nei, ég get ekki Þegið alveg þig, saman það er bara ekki þannig En þú veist, Ég er að bodybuilder Þannig að ég ekki sko, ég get lofað því Ódjúsaður hann tekið 80 100% Aldrei Jú, á kjötinu Náðu ódjúsaður 70 fyrst Já. Hei, djúsaðu þig Þú veist, ég langar að djúsaðu þig Þú segir það mörg ár Já, ef ég væri hérna eitthvað eins og þið snáðandi þá var ég alltaf djúsaður Ég er að segja ódjúsaður að myndi ég rífa þetta Herru, þá er það þriðja spurning Hún hljóma svona Hvað þýðir frasin Og þetta er ekki frasi sem ég sendur Þetta er frasi sem ég er búin að fá Ég er búin að fá svo mörg skilaboð Og það eru spurningar Ok. Hvað þýðir þessi frasi sem við erum ofta að segja hér Þannig að ok. þetta er frasi frá okkur. mér og Já, ok. okkur Þannig að þetta er fyrstu kemur, fyrstu fær Þá hlutu að vita þetta Já, Ég veit það Þriðja spurning, hvað þýðir að kýla í rauða skúringa? Auðun Blöndal það er ekki hass Það er hár rétt hjá Auðun Sástu var Blöndal snögg Bara kýli rauða leiðum að byrja á Þetta því var eitthvað Kýl í stærsta rauða. höndu upp sem ég sé Já, já, ég Það var meina ekki bara að klára sett Það er 1-1 Ég sagði þér að þetta var Það var svo marga spurningar sem ég er búin að fá Sem við erum að nota Þetta er Ég var til að setja blöðu livjapróf Það er svo að sé á einhverju epilu eða eitthvað Það er ekki svo snögg 1-1 1-1 Ok, þessi hérna er rosaleg Nei. Það er á fjórða spurning Hún hljóma svona Hvað þýðir frasinn sem er mjög þekktur á Norðurlandi og sérstaklega á Sauðárkróki Þetta er frá Steinari Frasinn er brunk Brunk Þetta er unga liðið bara Það var aldrei brunk þegar ég var á Sauðárkróki Þetta er brunk og ég ætla að gefa ykkur báðum eina vísbending Ég ætla að kalla þetta strax Bílarung Það er bara hár rétt, já, það er bílarung Það er bílarung Þetta menn elskar keili hringi þarna Akkurat Og það er bara menn Það dýrka elskar ekki að keiri hringi Það er bara ekkert annað að gera Já, þú veist, menn keili hringi og Já, já. reyna að fá Og ekki bara á Sauðárkróki Það er gert alls Þetta er það bara Fólk fyrir rúndin Þetta er bara Það er gert líka á hárrétt. Höfnborgarsæðin Þetta er hár rétt lesið allir Hann er að lesa því Youngblood í dag Það Hvað er bara staðan? Ég get bara að jafna Það er 2-1 Yes Ef Ötti jafnar þá er ég með eina
úrslitaspurningu. Wow. Einu úrslita. Eru þið klárir í þessu næstu? Já. Hvað þýðir frasinn sem er notað ég ætla ekki að gefa neina vísbendingu. Hvað þýðir bara frasinn Heyrðu, já, ok, hérna já, ég skil þig. Er Blöndal í gættinni? Einhver segir eitthvað, heyrðu, hérna, lalalala, býta aðeins, ekki geð strax, já, hérna, er Blöndal í gættinni? Já, þetta er ógeðslegt en ég er samt með þetta held ég. Það er einhver alveg að kúka á sig. Það Hvernig vissum þetta? Hvernig gastu það? Það er bara Er Blöndal í Þetta er gættinni? út af ykkar viðbjöð alltaf blöðpúp. Er Blöndal í gættinni? Það gæti ekki verið sköllóttur. Það segir ekki einhver sköllóttur í gættinni sko. Já, herru, þetta er Herru, ég jafna Þetta segir mér, Íslendingar Íslendingar, einhver einn innahóp. Þetta er vikingur Þjóðin segi að Blöndal sé í gættinu þegar menn eru að hægja sig. Það er rosalega. Þegar menn þurfa að fara á Er þetta bara eitthvað vinsætti frasi þjóðar þetta? Já, hann er einn af þeim, já. En eins og ég segi herru, það er úrslita, það er 2-2. Ég ætla að spyrja ykkur, það er úrslita. Ef þið geta hann ekki þá er 2-2. Annar eitthvað getur stólið sigri. Hvað þýðir frasinn D-pos? D-pos, það er Auðun Blöndal. Dirty piece of shit. Mjög nálægt í. Vákaði nálægt í. D-pos, dirty er frátekið. Við vitum að pos þýðir piece of shit. Hvað þýðir D-pos? Í dag, Egil. Má ég, þetta er for the win. Já, þú verður bara að svara. Ég er að hugsa hvað byrjar á D. Ekki Það er jafntefli og klikkar. Svaraði bara. D-pos. Hvað þýðir D-pos, Egil Einarsson? D-pos, þetta er D og pos. Nei, það er bara D-pos. Þannig að þú veist hvað pos þýðir. Já, herru, svaraðu. Hvað þýðir þetta, Egil Einarsson, tíminn að renna út? Já. Drunk piece of shit. Það er ekki D-pos þýðir disgusting piece of shit. Það er jafntefli í dag. Aðra vikuna En eina vikuna er jafntefli. Ég tek exit. Og við skuldum auglýsingar. Geggjaðir, þeir eru geggjaðir. Í kvöld er gig og í kvöld er gig. Mingo Viðugur byrjar með þáttu sinn á Stöð 2 klukkan 18:55 í kvöld og það eru Sverrir Bergmann og Jóhanna Guðrún sem að mæta. Já, ég er svo ánægður. Davíð og Halldór Gunnari. Ég er svo ánægður með þetta. Já, ég er peppar, ég lagði til orða. Já, og mér finnst líka bara Ingóður á rönni og maður heldur með honum mikið, maður hefur alltaf gert. Já, ég er ánægður með þetta. Mansves og Jóhanna Guðrún eru svo geggjuð og líka saman rosalegt teimi. Já, þau eru að fara að taka Shallow eitthvað. Svo sá ég á Instagram að Sverrir Bergmann syngur Is It True og ég er mjög peppað fyrir Þeir eru að svissa á lögum. Sér með til toppmaður sér Kings, Halldór Gunnar líka. Þetta verður Ég get lofa að það verður veistla. Þú finnur ekki meiri gulla mann en Halldór Gunnar. 18:50 á Stöð 2. Álfur fyllibit. Ég kann að meta það svona gamaldags fyllibit. Ég satt einu sem með honum og við kláraðum held ég eina viskiflösku, bara 2. Við sátum bara og vorum að kjafta heila nótt. Já, bara 2 fyllibittur, skilur. Já, það er bara svona. Ástæðan fyrir ég drekk alltaf, það er þú þannig. Ég fattar það ekki er. Já, herru, það er komið að dagskrálega sem heitir Myndir fyrir Cash. Já. Er þú með hann? Og ég með hann í dag. Guðmund góður. Nei, það er ekkit Guðmund góður. Því hann er bara nokkuð góður. Við þurftum eitthvað að stoppa því honum að þetta var svo lélegt. Já, ég viðurkenni það alveg, hann er oftur í tæpur. En hann er góður í dag. Þið verður að treysta því. Og fyrsta spurning sem ég langar að spyrja ykkur. Er eitthvað trailer eitthvað svoleiðis? Nei, bara keiri þetta. Sko, fyrsta spurning sem langar að vita. Þið dyrki báðir, ég veit að þið dyrki báðir tónlist. Já, við erum musical tónlistarunendur. Tónlistarunendur og Emotional Blöð, hann hendur á músík og það er Cozy Blöð. Já, Cozy Blöð. Playlisti sem ég með. Playlisti og ég ætla að spyrja ykkur. Fyrir 1 milljón á mánuði út ævina, án þess að þurfa að hreyfa litla fingur. Út ævina? Út ævina, bara þangað til að þú deyrð. Ég myndi að hætta að hlusta á tónlist fyrir 1 milljón á mánuði út ævina. Myndur þú hætta að hlusta á hana? Það ekki. Þegar spurningi var í rauninni, sko, þú veist, ef þú pælsamt í því. Nei, samt að vera erfitt. Tónlist er allstar, þetta er ógeðslega stór spurning. Það er ömurlegt að þurfa að hætta að hlusta á tónlist. En fyrir þetta hérna, valað upp á Söðurlandsbrautinni komið link. Þið mættu bara hlusta á þetta eina lag. Þetta er eina lagið sem þið mættu hlusta á. Valað, þú mátt henda á play fyrir mig. Skeppmenn. Hann myndi frekar ekki hlusta tónlist. Þetta er reyndar uppáhaldslag Gilsson, sko. Nei, þetta er ekkert eðlilega gott lag. Skeppmenn. Ég myndi frekar ekki hlusta tónlist. Þetta er ekki uppáhaldslag Gilsson. Þetta er alvöru lag. Já, þetta er alvöru lag. Skeppmenn. Ég meina
Getum við hækkað þetta? En hversu þreytt verður þetta lag eftir einhver ár? Það verður ekki þreytt. Ég er að segja, Það er skemmtilega þetta lag, það verður ekki þreytt. Ég er búin að hlusta það 20 ár. Ég myndi frekar hægt að hlusta tónlist og ég meina það. Mér finnst það viðbjóðst Þetta lag, það verður ekki Já, það var þreytt á þriðju hlustun sko. Ok, nú er þetta dæmi fyrir mig er búin að gjörst nú. Ok, ég er til að hlusta á Sketmenna eilífur sko. Ekkert annað lag. Þetta er bara það gott lag. Já, þú mættir ekki gera lög að hlusta á lög. I'm the Sketman. Já, Er það að heyra þetta lag? Já, þetta er rosalegt lag. En þetta er eina lagi sem átt hlusta út æfina. Þetta er nei hjá mér. Þetta er nei hjá þetta. Já, ég myndi frekar Það er hvaða dollars fæði? Milljón á mánuði. Sko, það er ágætið stíl hjá þér, son of a bitch, sko, þú veist. Akkur svo Amy, svo varst að setja Nei, og því ég er á position, sko. Já, hann má ekki hlusta neitt, hann mætti ekki að horfa á í kvöldi gig. Og vinna minn er að tróða upp fyrir 90 smás á þjóðatíð, sko. Þeim ekki gleyma því heldur að þeir eru að horfa á sjóma. Þú ert að horfa á sjómastætti. Eitt gig á ári. Ímynda að þú ert að horfa á okkur dramatíska bíómynd og það kemur tónlist í myndinni. Þá myndur þú heyra þetta lag. Þetta er of lítil upp að ég veit að segja báði nei. Málega er þú bara of nískur hérna. Ef þú sett 2,5 á þetta, Ég er að segja milljón á mánuði út æfina. Já, mátt aldrei hlusta tónlist. Þetta er nei. Þetta er nei hjá okkur Þú báðum. varst aðeins og nískur. Ég væri til að heyra samt, ég væri til að heyra bara hvað hlustandi myndi segja við þetta. Þetta er alveg spurning. Þið segir nei við þessu. Næsta spurning, hún er frekar ógeðsleg en ég ætla að kasta inn á okkur. Ég veit ekki hvort að þú hafa verið átt gæludýr, en ég veit að Öddi hefur átt gæludýr í gegnum tíðina, ólst upp með hunda á heimilinu og fleira og var að passa hundum daginn til dæmis, Já, til mjög lengi, Perlu, já, sem er geggjuð. Já. Mynduð þið borða gæludýrið ykkar fyrir 100 milljónir? Svíparast. En sko, já. Þetta er life change Já, moment, þú já, þurftir aldrei að hafa áhyggjur af neinu. Ég átti páfagauk sem var svona, Hver nennir eiga páfa? sem var kannski 30 gram. Þreyttasta dýr. Og það léttur, sko. Og ég er bodybuilder, sko, ég borða 400 gram. Ég er ekki að spyrja hvort þú þarfst ekki að vera sattur þetta. Ég er að segja bara þú veist. Það er mikill munur að spurja Egil hvort það myndi geta eitthvað ógeðslan páfagauk sem hann átti. Ég myndi alveg gera það. Ekki kalla Eða eiga- pása, eða- ógæslega páfagauk. En eiga Hérna alvöru pási gæludýr eins og Eftir pása í afa. Nei, bara, Þetta er ófrumlegast það sem ég heilt. Er hægt að vera Pása. já, ég veit hvað er því. Ok, það er sorglegt. Akkur máttur ekki heita pási. Nei, Af því að það er sama nafn og páfagaukurinn hjá afa. Það er bara Og sorglegt. hvað, byrju þetta. Þetta er eins og að skýra hund snata. Það hétt Hver skýrði páfagauk? Það hétt pási. Skýrði þú hann? Já, ég. Ég fyrstu þau páfagaukur og skýra Sorglegt pási. nafn. Þetta er sorglegt. Þetta er eins og að fá sér hund God snata. rest his soul, sko. Viltu ekki drullast meira yfir pása? Og veistu þetta, hann er ekki til að verja sig þetta, sko. God rest his Sko, ég myndi ekki geta hund. Hvað þá gæludýrið mitt? Hvað þá hundin minn? Já, ég er að segja, þú veist, ef þið ættu gæludýr sem ykkur, þið væri bara Ég að held ég tengja við ykkur, gæti að væri ekki, partur af familíunni, Já. þú myndir horfa fram inn og segja, ok, þessi upphæð mun bjarga mér og fjölskyldurinn minni við okkur humans for the rest of our lives, eða Ég neita að svara þessi spurningun en ég návist löffræðings. Ég vil ekki svara þessu. Af því ég veit hvað svarið mitt er og ég bara get ekki setta úr að mér. því að þú getur ímyndaði bara, þú veist, Já, ok, ég myndi geta hann. Þegar varst á króknum Snottas. og einu sem gerir var að Hefðirðu þeir étið? ringi og fróa þér. Hvaða dýr áttu? hann var líka með Jótti snottas. Snottas sem var hundur. Yes. Herru, ok, næsta. Hefur þið getið snottas? Nei, bara- Þú segðu satt. Hversu máli er? Jú, örugglega. Eitt lagar máli er að Spóli Hólm, einn af minn bestu vinnum, sem að hérna, by the way, tjekkum ekki á núna. Við Hann er með vitum núna alveg. með vídeo á sér á Twitter, þar sem hann er komin í Tiago-treyju, Já, snýr sér í hring eins og bara að vera að sæna og sóla. ef málið er, núna er Liverpool samfélagið fárveikt og það meina ég bara 99,7% af Liverpoolmönnum eru fárveikir og ég þarf að rósa þess að Sóla fyrir, hann er einn af þessum fáu púlurum sem er í álurinu fyndin og skemmtilur. Ég er að horfa á viðtaluna eða vídeo á honum, það sem er þessu Tiago-ból Já, sóli snilling. og ég brosi yfir þessu. Já. Ef einhver annar púlar að vera að þessu, ég myndi kastu upp. En hversu mikið heila blófall fegstu? Við vorum að tala um að geta Já, gæli. ég bara sinna opna í Hann er í Twitter tölvunni. Máli, ég feita út. Já, ég skilji. Hvað er þriðja og síðasta? Þú varst að drulluði pása, sko. Já, þriðja og God rest his síðasta. soul. Já, við erum búin að heyra það og vonandi gera það. Þriðja og síðasta spurningin er, myndið þið sleikja rottu istu fyrir 4 milljónir? Hvað varst það að semja þetta á staðinu? Nei, alls ekki. Myndið bara fyrir... Nei, Eru rottur ég var með ekki með upphæðina þetta, ég veit ekki það. Eru rottur með eistu það? Myndir þú sleikja undir Já, það myndi rottu? ég bara halda á henni, eða bara allan daginn. Hafa hana í lóanum og sleikja undir hana? Ég meina þá,
Hversu stór heldur að eistun á rottu séu? Þetta sé bara hérna, þú bara tekur snýðinni við og sleikir hana. Fólk sér ekki hvað varst að leika. Nei, þetta er ekki svona stórt. Nei, ég veit Ég myndi það. snúðinni við og sleikir hana. Já, það er 4 miljónir, ég myndi gera það fyrir 50 skall. Sleika rottu verið 50 skall. Já, ég fjandinn. Já, ég 100 líka örgulega. Já. Já, samanlega. Herru, þetta var myndur fyrir kæst og þú ferði ekki að vera hérna aftur. Jó, herru, þetta var 50 mér þetta, mér fannst það. Já, þetta var ágætt. Ágætt bara, eða það ekki. Þannig að við vorum ekki borðað gæludýrin, við vorum með skattmann og við fengum hljóðbút og þetta var Þetta var metnaður í ágætt, þú þessu. varst með hljóðbút. Já, Það gerði helling fyrir okkur. Við fengum að vita að Egill átti páðu sér pási ófrumlegast og lélast að nátt sér. Það var allt þessu Þessu sorg Ég vona bara að Hvað þig var að skýra páðuginn? Ég vona bara Það segir pási. Ég vona pási að fara til helvítis. Vil ég ekki bara hoppa hún á gröfuna? Á hverju pissið ekki bara á gröfuna? Ef Egill er búið í Bandaríkjunum, það er páðuginn sem setið Polly. Does Polly want a cracker? Það er nú ætla ég að koma Steindi óvart. Steindi, þú veist ekki hvað ég var að gera. Nei. Ég vil segja hvað ég var að gera. Ég var að posta mynd á Twitter Flöskuborðið? Nei, á stöðumálaverði sem lætur þig líklega að rífa niður úr þig og hristir. Það er komið að lokum. Þú ert líklega að fara að rífa niður úr þig og hristir núna. Að lokum hér í FN 95 blöð. Og postar einhvern tíma mitt. Þökkum fyrir lusturna. Ég var að posta myndina sem Við verðum mættir aftur næsta Er föstudag þetta gasmann? í stúdíu. Þetta er Egill og Pétur Jóhann. Ekki Pétur Jó. Varst að kalla mig gas? Herru, ég ætla að leifa strákunum bara klára bjóri sinni Ég sá Takk fyrir líka. hlustunum. Það er eitthvað meir honor sko. Næsta dag, Vala, þú mátt setja á auglýsingar að laga Gas. Takk fyrir hlusturinn.